Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjun. Verið sæl. Það eru karlbræður sem að heilsa ykkur að sinni. Þætti númer 280 og eitthvað. Nei. 276. Já, við erum að nálgast. Nálgast 300. En þetta er fyrsti þátturinn á nýju ári. Rétt. Og það er nú ekki gestur að verri endanum fyrir vikið. Nei. Og áður komum honum það bara eldsnögt núna í janúar, februar kuldanum. Það var það kaldi. Já. Veljum gæði umfram magn í janúar. Það var einn sem að sagði við mig sko, hann ætlaði að drekka minna en drekka betur og betra. Já, og betri bjóra. Já, og þá var þetta kaldi og litli jól náttúrulega, en þá hefur menn geta tekt sér í hillurnar eftir honum sko. Geti kannski sendt með DM, ég veit ekki hvað sem þá til í búðunum sko. Já, annars er það bara... Það er alltaf 13. í dag, við erum að kveðja jólin og áramótin núna sko. Rétt, kaldi light og kaldi 0 og svo er það volt. En við ætlum að vinda okkur í þáttinn. Gestur okkar í kvöld er Heiða Björg Hilmisdóttir, stjórnmálakona og núverandi borgarstjóri Reykjavíkur frá febrúar 2025. Hún var áður varaformaður Samfylkingarinnar frá 2017 til 2022 og er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar í Reykjavík. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Okkar ánægjan. Já, okkar er heiðurinn. Þú ert búin að vera á fullu undanfarna daga. Hvað er í gangi hér? Hverfisstaðar er það ekki? Jú, ég er í Hverfistöðum núna. Núna er ég í Árbænum. Það er mjög skemmtilegt. Ég er búin að fara bara víðum í borginni og hitta fólk. Spjalla bæði við íbúa og stjórnendur sem vinna hjá borginni og atvinnulífið og bara ýmislegt. Þetta er reynir bara útrúlega mikilvægt. Ég framkvæmdastjóri svona stórs fyrirtækis að fara og hitta starfsfólkið og hitta það sem er að nota þjónustun okkar og heyra hugmyndir og hvað maður betur fara og hvað er gott og hvað er sterkt og fara á milli hverfa og bera saman og þetta er bara virkilega gott. En er þarna stutt í kosningar, auðvitað hálft ár í kosningar samt, en það er líklega erfitt fyrir þig að því að fólk kannski frekar að mæta svona fundi til að því miður er þannig bara almennt í lífinu að láta í sér heyra frekar að vera að klappa fyrir hvað er velgert sko, að það er kannski aðeins svo seint núna nema þú náttúrulega bara heldur áfram vonandi í næsta meirihluta. Já, sjálfsögðu ætla ég með það, en þetta er svo sem ekkert endilega liður í því og ég gerir þetta aðeins öðruvísi heldur en áður hefur verið gert. Fyrirrenna mínir hafa líka farið í svona hverfa vikur, ég ákvað að hafa þetta hverfa daga. Ég er ekki með svona stóra opna fundi í hverju einasta hverfi, heldur meira þá bara hitta fólk mismunandi hópa, mismunandi tímum og meira svona sittast saman við borð og ræða málin. Ég var einmitt að koma að einu slíkum fundi núna með foreldrafélögum í Árbænum. Já. Bara, auðvitað mikið sem að tala við þau sem tengist börnunum, en það er líka bara annað sem að tengist hverfinu og útivist og umferð og húsnæðisuppbyggingu og ýmislegt sem að bara eru mjög dýrmætt. Og ég held að sko sveitarstjórar landið kannski geri meira af þessu heldur en að borgarstjóri hefur gert og ég vil gera. Já. Að ég reynir bara að spjalla í fólk beint og ekki alltaf að vera upp á sviði með glærur og segja hvað allt sé geggjað, heldur líka bara að hlusta. Já. Og ég hef bara reynt að svona gera meira af því sem borgarstjóri sjálf. Já, vel gert. Mæta eins á niður á gólu, sparki í dekkin og tala við starfsmennina. Ég er mjög ánægð með þetta. Já, sammála því og líka að því að einmitt að hlusta, þetta er svona einhvern veginn óþrjótandi lind, maður getur gert endalaust og eins og fyrir okkur að vera í vinninni frá 9 til 5 og þekki ekkert annað þá en verðum við bara þreyttur að heyra tala forstjóra sem að sofa bara í 4 tíma á nóttunni og vakna og ég veit ekki hvað og hvað við sólarhringi sinn sko. Svo fáum við Heiðu hérna, hún er bara búin að vera það miklu hlaupum í dag, hún er ekki búin að borða kvöldmatinn sko. Nei, einmitt. Þannig að maður heyri það er nóg að taka hjá þér. Já, það er nóg að taka og ótrúlega skemmtilegt. Það er bara ótrúlega heiður að fá að gegna þessu hlutverki og maður kynnist, sko þó ég hafi verið borgarfulltrúi lengi þá einhvern veginn kynnist maður bara borginni sinni alveg upp á nýtt og hvernig kerfin virka og hvernig maður getur virkilega bara gert gagn og það er ótrúlega gaman að geta breytt einhverju sem að breytir lífi fólks og það er bara að finna til hins góðs til góðs og það er ótrúlega bara gefandi og það er svona kannski bestu launin fyrir þetta starf að fá einhvern veginn að vera þessi fulltrúi almennings inn í stjórnkerfinu og vera þeirra talsmaður hann inni, mér finnst það bara mikill heiður. Já, við skulum árum við förum kannski í kjöti af beinum, langar með að spyrja hvernig fannst þér skaupið? Fækst það eins á baukinn þar? Já. Reynda svaraði fyrir þig? Já, ég meina, er það ekki bara mikill heiður? Jú. Er það ekki? Já. Ég sko, ég veist þetta er bara fínt skaup.
bara gaman að þessu og það reyndar mér fyndið að nafnið mitt hefur vafist fyrir fólki bara eiginlega alltaf. Ég heiti sko Heiða Björg og ég mjög oft skrifa Heiða Björg og svo ég Hilmisdóttir og ég stundum Heimisdóttir eða Hinriksdóttir, þetta eiginlega vera alla mína ævi. Þannig ég var að hugsa, ég þarf að gera eitthvað meira sko, þannig að þetta svona virkilega fólk muni þetta. Já. Vonandi eftir þetta viðtal. Já, vonandi það og bara eftir þetta skaup, þetta held ég hjálpaði mér mjög mikið. Ég fór í félagsmiðstöð í gær og var hitt að unglinga og þeir voru allir bara, við vitum öll hvað heitir það, hvað þessi fullorðna fólki? Það voru stórnixlegar þessu, ég var bara mjög ánum með það. Þannig að þarna var ég bara komið með svona pepp í það. Þetta, myndi maður náttúrulega vilja að allir viti hvað maður heitir og allir myndi finnast maður frá, er ekki allir þannig, en það ekki það sem ég hef verið samt að leggja áherslu á sem borgarstjóri þennan tíma. Af því að þennan tíma sem ég hef verið borgarstjóri þá er bara verið að leggja áherslu á verkin og ná að gera nægilega mikið til þess að við náum að skila árangri. Og það bara, ég er mjög vinnusöm kona og kannski þarf að strá aðeins mér að glimmer yfir mig og þá bara verði ég að gera það. Og svo náttúrulega líka til að verja Heiða aðeins líka bara brátt að þegar hún var borgarstjóri, það voru ekki búið að kosningar og þetta var bara einar sleit og þetta gerðist fljótt, þú fórst ekki gegnum ef þú skilur hvað það er. Prósessin. Nei, það er allavega ekki hægt að saka mig það að heimta fórsi viðtöl alls þar og hugsa ekki vinnunni og vera bara að reyna að óta mér fram. Ég þarf greinlega að gera meira því. Þetta er bara hvatning þess. Þetta er fyrsta skrefið hérna. Klárt. Við erum komin í 8. slaginn og ég fannst við hæfi að hafa hann í boði Volt. Já, talandu skaupið. Að fenda pantaða niður. Geðu ykkur dans líka. Það var snið. Ég kýsins vera einbíla á neytendaheim í þessu öll saman. Mér fannst eiginlega best í þessu samt þetta með bílastæðarugli sko. Þetta með öll öppin og þú veist, þetta er eitthvað sem við þurfum að laga sko. Við getum ekki haft þetta svona. Já. Nei, þessi er búin að kaupa þetta. Já, það var helviti góð. Já, líka leifstu þegar ég voru að fleia munum út af ferð. Já, reynda líka, það var reynda líka alveg frábært, sko. En maður eru næstum því upplifa þetta, sko. Já, einmitt. Rullaður út. Góða ferð á þinni. Já, mjög gott. Já, hrós til þeirra. Já, þetta er gott. Já, hvetjum allan til þess að vera bara í Volt Plus og greiða aldrei fyrir sendingagjöld hjá Volt, en við erum komin að 8. slagnum. Já. Slaginum. Við byrjum á því. Kom það þér á óvart að Pétur Martinsson, einn eiganda Kaffi Vest og fyrrum landsliðsmaður í knattspyrnu bauð sér fram til höfuðs? Já, sko það kom mér að kannski óvart að hann gerir það því ég hef aldrei hitt hann og hann hefur ekki verið í flokknum þannig að já, það kom mér óvart en það kom mér ekki endilega óvart að einhver byrði sér fram og það er bara mjög jákvætt og við finnum, það eru 17 manns núna sem eru búin að bjóða sér fram í þessi 6 sæti. Þannig að það er bara mikill áhuga á samfélkingunni og við auðvitað fögnum því og bara tökum vel á móti öllu nýju fólki. Það er bara frábært. En auðvitað er náttúrulega best ef við reynum að, auðvitað eru þú ert hluta samfélkingunni og ert náttúrulega leiðandi þar. Þú veist, auðvitað varstu náttúrulega bara að vona og myndi fá sama Dreil og Hildur Björns að sem enginn er að fara mótinni, eða ekki? Sko, maður má náttúrulega aldrei vona það. Við erum lýðræðislegu flokkur. Ég hef aldrei farið að lista hans að fara í gegnum prófkjör. Ég bara er vön því og alltaf bara gengi út frá því að þannig sé þetta. Það er bara mitt að ég reynir samfara flokksmönnum að ég sé betri kostur til þess að leiða listan og ég mun bara gera það. Ég er bara samfara það. Ég hef þetta sýndi bara nokkrum dögum eftir ég tók við sem oddviti að ég get mynda meira hluta og það er kannski það sem að skipti mestu máli í sveitarstjórnunum að þú kunnir að miðla málum og fólk treysti þér og þú getur í rauninni náð málum áfram og ég hef sýnt það, þó ég hef ekki verið oddviti nema í 10 mánuði að ég hef búið til meira hluta og ég hef náð árangri og ég hef búin að starta hér stórum verkefnum ákveðin stefnubreiting sem er átt sér stað bara strax. Við erum að brjóta nýtt land og sem að er nýtt í Reykjavík og við erum að vinna nýri leið til þess að byggja upp ný hverfi og margt fleira. Við hefum verið að leggja meiri áherslu líka á bara svona það sem gerist inn í húsunum, inn í fjölskyldunum, unga fólkið, börnin okkar, fjölskyldunar, meira heldur en við kannski gerðum áður í fyrri meirihluta sem ég var auðvitað í líka. Jú. Þú veist, en fekk ekki að leiða og að vinna með þessum 5 flokkum hefur auðvitað verið, þetta er bara mikill skóli og mikil reynsla. Þetta er ekki alltaf auðveldast, þetta tekur tíma, en mér finnst að mörgu leyti þá náum við út svona kannski því besta úr öllum flokkunum og það sem við saminumst er þessi félagslegu áherslur, þessi félagslegu innviðir sem við erum að styrkja og eins og sást bara vel í fjárhagsáætluninni núna, við erum að
við erum að taka sérstaklega utan börnin og barnafjölskyldunar bara með að fjölga sérfræðingum sem að koma inn í skólana og styðja við inn í börnin og við erum að tala bara líka sálfræðinga og talmeinafræðinga sem að flýta þessum greiningum og við erum að setja inn íslensku kennsluna fyrir börn á erlendum uppruna og svo mætti lengi telja þannig við erum virkilega svona náða það hefur verið svona svolítið svona áherslu breyting og ég er bara mjög stolt af því og, kannski eitt frá mér sko að þetta er alveg rétt auðvitað náttúrulega leiti Einar þetta þarna í einhver tíma en undan því ég var náttúrulega Dagur og þú þá í öðru seti fannstu mikið mun til dæmis bara fyrir Petru undir kannski bara sér þættinum munurinn á eru áherslu breytingar frá því þegar Dagur var að leiða líka í þessum meirihluta þá? Já, ég er auðvitað ekki Dagur, sko. Nei, en þeir eru samfélkingin, sko? Já, ég veit það. Sko, við erum auðvitað bæði jafnaðamenn. Dagur er gríðarlega sterkur og skýr í sinni sín á jafnaðamennskuna og bara lýðhelsuna og við séum öll jöfn og við náum vel saman þar. Einar var kannski ekki með eins skýra sín áneitt, mætti meira til leiks, fannst mér. Ég var í rauninni ekki búin að vera neitt rosalega ána með þetta kjörtímabil sem að ljúka. Við hefstu ekki verið að ná jafn miklum árangri og við hefum gert á fyrir kjörtímabilum. Mér hefst svona meiri kyrstaða og svona meiri hefstu ekki, ég var alveg sagði það og maður þá auðvitað verður ákveða sjálfur hvort maður er partur af því eða ekki sem að við gerðum. Þannig að ég veist vera mikil breyting frá því í febrúar. Við erum að taka miklu fleiri ákvarðanir og ef fólk vil fylgjast með því þá getur það bara að séð allar tillögurnar sem við farið með gegnum borgarstjórn sem eru fleiri síðan í febrúar heldur en allan hinn partin af kjörtímabilinu. Og við erum að rýmka eins þessar svona stífu reglur sem voru komnar kannski sem ekki endilega bara Dagur heldur ákveðin meirihluti sem bara komin í ákveðna átt. Við erum alltaf búin að vera að leggja mest áherslu á þéttingu í langan tíma. En núna erum við að skoða önnur svæði og við erum að skoða að stækka Álusudalinn og við erum búin að leggja stað í þá vegferð að skoða ný svæði til lengri tíma, undirbúið þá uppfærslu aðalskipulags og svolítið að kannski hvíla þéttinguna sem að fólk er orðið þreytt á. Já. Og ég bara finn það sjálf, ég á gamalt hús og maður er alltaf einhverju framkvæmdum og þetta er ótrúlega pyrrandi, sko. Ef þetta er að klárast aldrei, sko. Og ég held að íbúanum bara líður pínu þannig núna. Þú veist, þeir eru búin að vera þolinmóðir, þetta er búið að ganga vel. Borgin er miklu betri fyrir vikið, hún er þéttari og skemmtilegri, mörg hverfin eru ennþá öflugri. En það er svona smá komin tíma og kannski að við svona aðeins förum að horfa á styrkleikana, horfa á hvað er gaman. Byggja upp sko grænusvæðin inn í hverfunum, leiksvæðin sem að við erum að undirbúa tillögu núna og erum að vinna tillögu varðandi bara leiksvæði fyrir fólk á öllum aldri, ekki bara börn. Við erum alltaf með 260 leikvelli, opið leiksvæði í borginni. Það er mestur í börn eða ekki? Mestur í börn, en ekkert öll. Og við þurfum einhvern veginn að lifta þessu og við erum að... Þetta var með bari fyrir fullanda fólki? Sko, það er náttúrulega eitthvað sem að líðurstefnun okkar leifir ekki, en ég sé að þú réttar þér sjálfur. Nei, en ég meina, það eru líka þessi hreistivellir. Ég meina, fólk er út að hlaupa og svo fyrir það að lifta og ég meina, þú getur verið í alls konar leikjum með börnunum þínum eða afaðinum eða hver það er sem þú vilt leika þér með. Bara líka við höfum gaman og finnum að við tilheyrum í samfélagi. Og það er eitthvað sem er einn ástæðan fyrir að ég fór í pólitík. Það er bara því að mér finnst ótrúlega mikilvægt þessi samkennd og samvinna að fólk finni að það sé samfélagi og sé, sko, ef eitthvað kemur upp á hjá þér og þú ert ekki einn. Þú veist, það eru aðrir með þér í þessu og þú getur alltaf að leita eitthvað og hinum er ekki sama. Og líka þegar það er gaman, þá langar okkur að vera með öðrum og veist, við þurfum að búa til fleiri tækifæri, fleiri staði þar sem fólk hittist og í þéttingunni þá er svo mikilvægt að passa grænu svæðin, að passa upp á svona konfektmólana í matnum mínum, að maður sé ekki alltaf bara í svona hinnu. Ég held að þarna eigum við inni, þarna eiga borgarbúar inni að fá svona, og ég hlakka til að skilja því. Tek undir þetta eru mikilvægir blettir. Ég hugsaði með því undirbúningi verið þáttin og sá ég hún er með eitthvað doktor í næringafræði, ég hugsaði sú mun líta mér hotnöðu, hún sér mig með 38 kalda en ég er alltaf stór samt. Sko, ég er ekki alveg búin að sleppa það með oddvitaslag af því að ég held líka bara hlustendur hafa áhuga á þessu. Þetta er bara spennandi og það er líf og fjör í samfélkingunni og bara gaman að fólk vilja fara og leiða flokkin. Sko, hann talar með viðtali, hann Pétur, að það sé skýrt ákallum breytingar í Reykjavík. Það er svona erfitt að lesa einhvern veginn öðruvísi þau ummálið sem sé að tala að
breytingar frá núverandi ástandi það sem þið eru að leiða? Eða hvernig tólkar þú þetta? Já, Hildur hefur orðað þetta svona, þessi skýrt ákall breytingar í Reykjavík. Mér finnst það ekki svo skýrt, mér finnst skýrt ákall svolítið mikro og breyttari áherslur og ég tilbúin til þess að sýna það og ég held ég hafi sýnt það nú þegar. Við þurfum að líka taka fleiri ákvarðanir með fólkinu og ég finna að það eru svona, þetta vantrist gagnvart borgarstjórn er ágefni og ég meina að við erum einhver svo stofnun eða ef maður kalla okkur stofnun sem að bara fæstir treysta og það eitthvað sem ég vil taka alvarlega og ég hef verið að reyna það sem borgarfulltrúi og kannski þess vegna ekki eins mikið í fréttum og margir aðrir að segja satt og rétt frá og vinna vinnuna mína og reyna að lágmarka allt svona upplýsinga óreiðu og hérna riði, stundum við bara, það eru 200 íbúður í byggingu og það kemur ykkur annars einn, það eru 300 og svo eru 400 og maður bara, hvernig getum við ekki bara öll sagt sömu tölu, skilji, og ég held að ef við næðum því einhvern veginn í borgarstjórn, tala svolítið sömu hlutina, ég meina, við vitum hver vandamálin eru og þau eru nokkur innum á þeim, þá held ég að við myndum enda á betri stað og núna erum við erum að leggja meiri áslegu á svona það sem ég held að fólk hafi fundist þessi hörðu átök samgöngur og þéttingu yfirgnæfa kannski svolítið að margt af því sem fólk er að hugsa um. Já, ég heyri á þér að þú ert ánægður með þennan meirihluta heldur en það sem var. Já, ég er miklu ánægður með þennan meirihluta. Og það kemur mér alveg pínu og orð líka. Þú veist, af því ég var svona, þetta eru vinstri sinnaðri flokkar heldur en samfélkingin sem við erum að vinna með núna og margir voru hræddir að það er erfitt í samstarfi. En ég er mjög ánægð með hana flokk vegna þess og þennan samstarfsflokk minn, við kalla okkur samstarfsflokkana, af því að þetta er samstarf ákveðin málefni og síðan líka samstarf það að vera ósammála málefni og það er bara allt í góðu lagi. Og þannig á þetta pólitíkin að virka og ég get alveg unnið, ég nú hef verið meirihluta með öllum flokkum nema sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn. Mér finnst það bara okkar hlutverk. Við erum kosin til þess að fara þarna inn, til þess að vera fulltrúar íbúa og ég menna að það væri óeðlagt að vera með öllum sömu skoðun sko. Reykvíkingar er náttúrulega bara 140.000 og þeir eru bara með alls konar skoðunir, alls konar aldri og með alls konar reynslu og það er bara mikilvægt að við séum líka alls konar og ég hefði alveg áhuga á því að skoða líka bara frekar hvernig við getum unni meira saman sem heild í borgarstjórn af því að ef þetta væri bara það, við verum sérfræðingur í öllu, þá var náttúrulega að ráða bara fólk. En við erum fulltrúar íbúa og við erum öll fulltrúar íbúa. Við erum mismunandi sjónarmið og mismunandi skoðanir. Þess vegna er ég svo síðan stjórnmálaflokkum af því að þar kemur fólk saman sem er svona, hefur smá sömu sín á lífið og svona rökræðir og svona, mér finnst það skemmtilega strípur í stjórnmálaflokk. Maður kemur inn með einhver skoðun og svo segir einhver annar, nei, þetta virkar ekki alveg svona. Fyrir mig var þetta hérna og svo segir einhver annar og svo áttar maður að segja að maður hafi kannski ekki alveg rétt fyrir sér eða maður var ekki búin að hugsa út í alla hliðarmáls og þannig finnst mér að stjórnmálinni að virka ekki að fólk kom inn og bara ég veit allt best og fylgið mér. Ég held að það sé betra og ég held að það sé farsæll og ég held að fólk myndi meira treysta stjórnmálum ef við myndum þora að ræða okkur betur niður og niðurstur og það hefur við verið að ná að gera núna þessi 5 flokkar og við erum oft fyrir minn og erum ekki sammála en svo hefur rætt okkur niður og niðurstur sem er kannski ekki endilega alltaf algjörlega stefna samfélkingarinnar en það er líka hluti að því að vera í pólitík að mála með það, já og ég menna það maður gerir ekkert sem maður er kannski algjörlega ósammála þú veist það gerir maður ekki en og sumt tekur maður skrefum annað ekki en þetta er list sko mér finnst þetta sko stundum erfitt en þetta er ótrúlega gefandi sérstaklega þegar kemur niðurst en þá verð ég að spyrja skjóta rétt inn í bara því að þetta samstarf hefur gengið vel að mér heyrist sko er einhver flokkur verri en annar í ég veit best hlustið á mig hugafarinu heldur þú myndi fara að segja það? Ég er bara að tjekka það þessi flokkur alveg vonur já, mögulega, það er náttúrulega líklega að tala sem ekkit endilega stjórna meirihlutanum nei, ekkit endilega meirihlutanum þá hlýtur að vera sjálfstæðarflokk eða miðflokkur engið í borgarstjórn það er náttúrulega nokkri sjálfstæðisflokkar í borgarstjórn þannig að það er kannski eitt hluti á hann sem geti það er nefnilega alveg ákveðin svona vangur og sjálfstæðarflokk sem er samanlæðum í dálítið miklu sko. En svo eru aðrir ekki hvenær er stóri dagurinn í oddvitunum? Já, í prókjörinu, 24. janúar og ég vissi náttúrulega við sem ekkert að vera í prókjörinu þegar þið byggðum mér innan þátt sko þetta er náttúrulega bara bónus fyrir ykkur það var eitthvað í loftinu Já, það er 24. janúar þannig nú keppast allir við að sitja og ringja og útskýra af hverju þeir eru betri en aðrir og
Ég veist það að mörguleiti kannski svona erfiðasti parturinn á pólitíkinu. Það er svona þessi persónulega... Já, smölunin. Já. Þetta það bara, eða þú veist Já, eða svona, já, en ég menna það bara hluti af þessu og mér hefur almennt gengið vel í prófkjörum, þannig ég ætla bara að sína það aftur. Já, fyrir þá hlustendur sem vilja sína Heiðbjörgs stuðning, hvernig best verður það að gera það? Það best fyrir þá bara að skrá sig í Samfylkinguna og kjósa mig í prófkjörinu, það er þetta langeflaðasta leiðin, en það má líka bara skrifa undir stuðningsyfirlýsingu að senda mér góð skilaboð. Já, það má bara skrá sig núna í flokkin og kjósa í þessu prófkjöri. Já, og það er enga reglur að það var verið í flokknum með ekki langan tíma eða eitthvað neitt. Nei, nú, það er nefnilega þannig. Já, sko... En það er náttúrulega gott að fólk sem skráði sig í flokki séu svolítið sammála okkur og séu svolítið á sömu línu. Já, svona smá að sé átti við, sko. Já. Eitt áðurinn spyrja hvort þetta sigurvist, þykist við að svara við því, en við verðum að spyrja út í þetta og nokkri senda okkur þessar spurningu, sko, Kristrún Frostóttir, góð vinkun okkar og forsætisráðherra Íslands og formaður auðvitað Samfylkingarinnar. Það er talað um það í fjölmiðlum sem eru auðvitað með vissulega ákveðna hægri slagsíðu að hún hafi verið að leita logandi ljósa öðrum aðila til að fara gegn þér nýjum leiðtoga í Reykjavík, sást á Kaffi Vest með honum Pétri og annað. Finnst þér þetta skrítið eða óeðlilegt að einhver leiti að hún sé einhvern veginn að skipta sér að þessu? Ég hef bara enga ástæðu til þess að ætla það að Kristrún Frostadóttir sé að skipta sér af þessu. Mér finnst það í rauninni eiginlega svolítið frálegt. Ég meina hún er formaður í Samfylkingunni, hún er forsætisráðherra og er með fjölskyldu. Ég held hún hafa bara ýmislegt annað að gera heldur en að leita einhverjum oddutum í sveitafélögum landsins. Já. Þannig að mér finnst það bara eiginlega alveg útilokað. Hún var samt á þessum fundi og... Já, ég meina ég hef borðað með Kristrúnu á apótekinu og þú veist, hún hittir auðvitað fólk og ég meina það er hennar hlutverk og auðvitað hvetjum við alltaf alla til þess að koma til liðs í flokkin og ég hefði gert það líka ef að Pétur hefði beðið mig að hitta sig og Kaffi Vest að ég bara virkilega fara og hitta hann sko. Þú veist, þannig að það er bara, mér finnst það í rauninni bara eðlilegt en ég ber bara fyllt traust til hennar og við höfum unnið vel saman og náðum meðan ég á formaður sambandsins að gera bara 2 mjög stóra og mikilvæga samninga bæði uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Hún er öflugur stjórnmálamaður og hún er vild með mjög svona skýra forgangsröðun og sýn á það sem hún vill gera. Já, flott. Lokaspurning, hvað var þetta? Ertu sigurviss og ef Pétur vinnur, ætlar að bjóða fram í annað sæti? Sko, ég er að bjóða mig fram í fyrsta sæti. Ég er búin að vera í öðru sæti 2 svar. Það er alveg gaman en ég langar að fá tækifæri til þess að leiða listan ég held ég geti verið mjög góð í því að leiða listan og leiða Samfylkingun til sigurs ég hef bara ekki gert upp hugminn með neitt annað. Ok, já, ég er ánægð með þetta svar byrjum á að vinna bardagan og svo fyrir að tala um eitthvað annað sko, þú varst aðeins byrja að tala um þetta bara staðan á meirihlutanum í borginni almennt fylgi Sjálfstæðisflokksins heldur áfram að hækka komið upp í 35,5%. Flokkun er ekki mæls með meira fylgi í borginni eftir bankahrun 2008. Í þessari könnun kemur sömulega skýrt fram að meirihluti ykkar heldur ekki velli því að mælast með 23,3. Sko, kannski svarar þessu bara áðan varðandi hvernig íbúum Reykjavíkur líður en af hverju heldur núna þessi meðbyr með Sjálfstæðisflokknum og þá kannski frekar, ég ætla ekki að láta að svara við Sjálfstæðisflokkin, frekar kannski hvað vantar upp á að þið fáið meiri meðbyr? Já, við höfum alveg fundið fyrir meðbyr, Samfylkingin þar að segja á þessu kjörtímabili. Mér finnst ég hafa fundið fyrir því líka bara eftir ég kom inn. Ég finn fyrir miklum stuðningi og ánægju bara borgarbúa að mörgu leyti, sérstaklega með þessar breyttu áherslur. Við erum með einum fulltrúa fleiri núna í samkvæmt mælingum heldur en við fengum í síðustu kosningum, við erum 4% hærri og það má þetta ekki gera lítið úr því. Mælingar eru samt alltaf mælingar og það eru ekki kosningar og það eru kosningarna sem skipta máli. Það er sveiflur og það er mjög oft þannig og ég ætla að gerast einhver stjórnmálaskýrandi að fólk kýs sem sagt þeir sem eru í ríkisstjórn það er ekki gott fyrir þá í borginni. Það er bara einhver, ég veit ekki því að við örgulega heyrtu þetta stundum hjá fólki að það kýs einhvern í ríkisstjórn og þá vil kjósa hina í borginna annars eitthvað mótmæli. Ég held að það sé að gagnast Sjálfstæðisflokknum Svo held ég bara, ég menna Hildur er öflugur leiðtogi og hún er að fá líka skýrt umboð núna og ég held að það styrki þau líka í sinni baráttu og á mörguleiti er það fínt því þá er vonandi komum bara skilabót til kjósenda það hvað þau vilja og við viljum annað í mjög mörgum atriðum og sem að okkur finnst betra og þá getum við vonandi rætt málin á þeim grundvelli, ég treysti alveg Hildur til þess af því hún er
hún skilíkur stjórnmálamaður og hefur ákveðna sín og byggir á þessari stefnu Sjálfstæðisflokksins sem að samfylkingin auðvitað ekki sammála og þá fáum við þessar skýru línur. Viljum við, þú veist, engarekstur, viljum við þennan samrekstur, hvernig viljum við sjá samfélagið og ég held að það sé bara spennandi umræða og getur verið gaman að taka með borgarbúum. Já, sko, ég enda mjög ánægður að ég langar að halda aðeins í stjórnmálaskýranda sætinu, ég ánægður með það sko, var það kannski klókt ef tekur bara borgarstjóraglerun aðeins sko, einmitt hjá Gulla, okkar góðvini sem tilkynnti í morgun að hann ætlaði ekki fram að því að eins og segir mælingarnar að mælast þannig að þau eru hugsað kannski af hverju þetta var að búa til eitthvað kerkju núna eins og segir að vera bara, hún með gott umboð frá kjósendurinn sínu. Já, sko ég held að ég held að mörguleiti þetta hafi verið góð ákvörðun hjá þeim, fyrir þau, það er ekki endilega ég held að allir svona óróleiki hann er ekki góður sko, það er betra fyrir þau held ég að gera þetta svona en auðvitað á ég svo sem ekki að hafa skoðunar því hvað aðri flokkar gerir í borgarstjórn. Það er kannski bara fínt fyrir þig að þau hefur farið að slást aðeins. Já, það getur vel verið, það hefur verið fínt fyrir mig en það er líka fínt fyrir mig að sé fólk sem er með skýra sín og þorir að segja hvað það vill og það er eiginlega kannski það sem er mikilvægast og við bara komumst sem fyrst upp úr öllum slagsmálum og förum að horfa á framtíðina og hvað ætlum að leggja borð fyrir kjósendur og nú fær Sjálfstæðisflokkurinn svolítið forskotið því. Klart. Við ætlum að fara okkur yfir í leikskólamálin og gerum það í bóði Íslandssjóða, mikilvægt fyrir barnafjölskyldur að leggja fyrir eins og ungt fólk og gera það með traustum höndum Íslandssjóða. Það eru bæði hlutabréfasjóðir og skuldabréfasjóðir. Ekki setja öll legginu sem körfu og allt það. Ef þið eru það hugsa út í reglubundin sparnað þá er það, svo náttúrulega má ég til með að minnast á myndarlegasta aðstofmann sjóðstjóra landsins. Ég gera allt og sjaldan, þó ég gera það samt. Þannig að það er myndarlegur? Jóhann Jóhansson. En leikskólamálin. Hvernig ætlar að bregðast við þeim leikskólavanda sem upp er komin í borginni og er verið að skoða önnur módel? Hefur þetta Reykjavík-módel svo kallega floppað í einhverjum skilningi? Já, sko við erum náttúrulega ekki komin með eitt sérstakt Reykjavík-módel annað en bara það sem við höfum verið að vinna með. Vandinn í leikskólanum í Reykjavík hefur fyrst og fremst verið húsnæðisvandi. Það hefur verið svona innivistar mál sem hafa fækkað plássunum verulega og síðan vandamál við að ráða starfsfólk. Það er í rauninni kannski stærsti vandi leikskólana í Reykjavík. Við reyndum að fara einhverju svona leið til þess að svona mæta eins að því að sveitarfélögin kringum okkur hafa verið að svona fara ákveðna leiðir, stytta opnatíma, hækka leikskólagjöld, svona stýra meira. Gjaldfrjáls líka, stundum, 6 tímar? Já, alls konar þannig, en svo kostar mikið meira hinnu 2 eða það nú endar í rauninni að borga meira eða þetta er svona alls konar. Og við ákveðum það, þessi 5 flokkar, því við vorum ekkert endalega algjörlega sammála í meirihlutanum heldur, nákvæmlega hvernig þetta ætti að vera. Ákveðum að reyna að, og ekki endilega út af því, heldur bara líka af því þetta er svo mikið grunnstóð í samfélag, svo mikið að fólk sé svolítið sammála hvernig við ætlum að gera þetta. Og reyndum að fá fram einhverja svona þverpólitíska sátt það. Og ég held að sé alveg átt að segja að það hefði mistekist. Það komu fram tillögur sem voru þverpólitískar en síðan voru odditar þeirra flokka, bæði Sjálfstæðisflokks og Framsóknar ekki að bakka upp sína fulltrúa í þeim stýrihóp, allavega voru þeir ósammála niðurstöðunni og sem kom okkur óvart. Manstu hvað það var sérstaklega sem voru ósammála eða? En þú kom okkur sérstaklega rauk með eða? Nei, ég man það ekki, þetta var bara aðlega ósammála af einhverju leið, sko. Og það eru auðvitað margs konar leiðir ræddar en það sem við erum að horfa núna, það er það bara að finna þessar Reykjavíkuleið sem við ætlum að gera og það er auðvitað það sem er mikilvægt að leikskólinn sé bara raunhæfur valkostur fyrir alla eftir að fæðingarorlofi lýkur. Það er þangað sem við erum að stefna og við náðum núna síðasta haust, það var hægt að bjóða öllum 18 mánaða og í mörgum hverfum yngri inn á leikskóla sem voru 18 mánaða þegar var verið að útluta. Við ættum að geta nánir í 16 mánaða auðvitað næst og vonandi bara tökum við það. Ég veit að ég var líka í hóp fyrir hönd forsætisráðherra leikskólamálin, þar sem við vorum að skoða hvort að leikskólastigið ætti að verða lögbundin í rauninni réttur barna. Börn ætti að eiga rétt á leikskólavist og hvort að ríki eigi mögulega að koma einhvern veginn inn í það að styrkja þetta skólastig, sem þetta eru auðvitað líka, þetta er ekki bara þjónusta, þetta er svona bæði þjónusta og skólastig. Ég fagna því. Þetta eru auðvitað eitthvað sem að sveitarfélögin hafa gengið inn í og staðið sig bara ótrúlega vel í.
og jafna stöðu foreldra og jafna stöðu barna með að fara og opna þessa leikskóla en þetta í rauninni ekki hlutverk sveitarfélaga að öðru leyti en það stendur að leikskólar eigi að vera í boði en það í rauninni ákvörðun sveitarstjórnar fulltrúa all land að þetta sé eitthvað sem skiptir miklu máli og ég bara hjartanlega sammála því minnst eðlilegt að vera sett inn í lög og minnst eðlilegt líka í lögunum komið fram að þetta er mikið, það að þú getur fengið leikskólapláss líka mikið þetta svona jöfnunar tæki samfélags að veita öllum börnum tækifæri til sömu menntunar og að veita öllum foreldrum tækifæri til þess að vera á vinnumarkaði eða gera eitthvað annað en það að vera foreldri og þannig að þetta er greiðlega mikilvægt og við erum með alls konar hugmyndir sem við vonandi kynum bara innanskams sem eru betri heldur en það sem að koma út úr þessu samkrulli okkar með hinum flokkunum. Já, ég veist að þú tala húsnæði og starfsfólk, ég meina hinn sveitafélögin eru vissulega líka bara að berjast starfsfólk og húsnæðisvandinn ekki greinilega jafn mikill. Af hverju er þetta svona ekstra slæmt í Reykjavík? Af hverju er erfiðara að fá leikskólakennara að vinna í Reykjavík heldur en í Kópavogi, Garðabæi, Hafnarfirði eða hvernig sem það er? Já, við erum alltaf svo langstærst kannski, þú veist, allur fjöldi verður svo mikill hér. Þannig að hlutfallslega erum við ekkert endilega eitthvað verri stað. En við erum þetta alltaf með mjög mörg börn. Við erum með gamla skóla, við kannski byrjuðum fyrr heldur en margir sem eru með yngra húsnæði. Þetta er auðvitað sem betur fyrr, mjög oft eldra húsnæði sem er að er í þessum innivistar vandamálum sem að það er þessar miklur og leki eða eitthvað slíkt sem er alltaf bara ekki eitthvað sem við ætlum að bjóða börnum upp á að vera í eða hvað starfsfólki. En varðandi starfsfólki þá er það auðvitað þannig að við erum með lengri opnatíma heldur en hinn sveitarfélögin. Og það eru auðvitað freistandi, eðlilega kannski fyrir starfsfólk, að fara þá í önnur sveitarfélög og vinna þar sem þau geta unnið styttri vinnudag. Við erum líka með fleiri svona opnundaga, þú veist, að milli jól og nýjárs, dimbilivikan, alls konar svona hlutir sem að aðrir sum sveitafélög loka á þeim dögum. Og fólk langar auðvitað að geta, bara þú ert leikskólakennari eða starfsmaður á leikskóla og þið langar að geta bara skipulagt jólafrí með börnunum þínum bara haustið eða páskafrí á þess að þurfa að bíða alveg fram á síðustu mínútu til þess að sjá hvaða börn eru skráð og þetta eru hlutir sem ég held að við foreldrar getum gert betur og ég held að almennt vilji foreldrar bara gera betur og þú veist, við viljum að starfsfólki sem er að sinna börnunum okkar komist í frí og ef það þýr það ég þarf að skrá hérna með aðeins lengri fyrirvara hvort ég ætla að taka börnin með mér eitthvað annað en páskana eða ekki, þá held ég að það sé frekar sársaukalaust að minni hálfu. Þannig ég held að flestir geti það og það er eitthvað sem við ætlum núna að biðla svolítið foreldra að sýna okkur skilning með að til þess að starfsfólki geti svona svolítið skipulagt veturinn sinn, að þá þurfum við að láta hans vita fyrr. Og við þurfum líka að skrá réttan tíma. Af því það er kannski það sem er vandamáli að flest börn eru í kringum 38 stundir á viku að meðaltali. En flest börn eru skráð, eða meðaltal skráningatímin eru 40 stundir. Já, það munar það. Já. Og þá þurfum við að fullmanna þessar 2 stundir, allstaðar. Já. Og það er eitthvað sem að fólkinu finnst svona einhvern veginn að við getum að gera betur. Þannig að ef við getum fengið foreldra til að skrá þá tíma sem þeir nota, þá held ég að við getum komið í veg fyrir þessa svona lokunadaga og við getum átt ánægðara starfsfólk að vera auðveldara fyrir leikskólastjórana að skipuleggja þannig að starfsfólkið er í húsi þegar börnin eru. Þau þurfi ekki alltaf að fullmanna allan daginn af því að út frá skráningunni eiga alltaf að vera fleiri börn og þannig ég held að við foreldrar bara, nú er ég ekki lengur leikskólabarn, mér er bara 8-4. Ég held bara þetta er bara einlega þeim stofnunum sem bara er manni næst. Maður kemur inn á hverjum degi, maður kynnist fólkinu. Ég held að foreldrar sé algjörlega með leikskólanum í liði og ég held að þetta verði ekki svona rosalega flókið mál. Nei, sko maður veltir eitthvað fyrir sér leipið þegar það leifur eftir spýta aðeins. Ekki málið. Ég ætla sko nú er ég búsettur í Kópavogi og er með stráki minn á leikskóla Kópavogi sem er ekki frásögufærandi nema að það hefur bara gengið snurðlaust fyrir sig og áfallalaust og ég velti fyrir mig sko, þurfið þið kannski finna bjóli, þurfið þið kannski bara að fá fyrirlestur frá Ásdísi hvernig Kópavogsmódel er? Nei sko Kópavogsmódel Kópavogsmódel hefur nefnilega ekki verið að koma nógu vel út. Það hefur ekki verið að sko, það hefur verið að svona ekki að horfa á svona áhrif á kynin
og ég meina það mun dýrara fyrir tekjulægri og annað slíkt, þannig að það hefur ekki komið til greina. Já, þú fyrir að hringja Já, þú fyrir að hringja og þessi 6 tímar á dag, það svona, fólki finnst það stýrandi, ég meina við viljum auðvitað að konur og kallar og bara báðir foreldrar vinni fullan vinnu dag, allavega hafi kost á því og þetta hefur orðið þess að það einhver misbrestur á. Svo náttúrulega einhverju foreldrar, einhverju ömmur og afar sem alveg bara að verða gráhærða og þurfa alltaf að sækja barnabötin, maður verður líka að hugsa þau, Þau eru, ég hef hefti mörgu afa sem komum bara með kunnur í starfi. Nei, ég veit ekki ég heyrði þetta daginn, það var örglega eru allir til það, en þú veist, leikskólinn á að vera einn á grunnstofum samfélags, þannig ekki vera eitthvað vandamál. Leikskólinn er ótrúlega mikilvægur og starfsfólkinu þannig, því nú er ég búin að fara nokkuð marga leikskóla, sárnar svolítið hvernig ég tala leikskóla. Og ég held bara sem hafandi átt svona börn þarna og í alls konar leikskólum, almennt er þetta bara frábærir skólar. Þetta eru frábært starfsfólk sem vinnur þarna og við bara þurfum að líka tala það svolítið upp. Við erum búin að hækka launin, hækkuðum þið bara og þau áttu það inni, kennarar. Það var mitt fyrsta verk sem borgarstjóri að lýsa því yfir að ég vildi semja við kennara af því það var engin sveitarstjóri tilbúin til þess hringir í kringum landið. Það nú bara komið á stað við samþykktum þessa svona innborgun 8% launahækkun til viðbútar við kjarasamningin af því að við vissum að þeir voru með á láglaun og við vorum með mat á því að þeir voru með á láglaun. Nú erum við búin að læra það og munum eflust gera aftur einhverja breytingar þegar þetta virðismat á starfi kennara verður lokið. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Ég held að við eigum bara þessar menntastofnanir barnan okkar, þetta bara grunnstoður í samfélaginu. Þetta hluti af því sem að gerir samfélagið okkar gott. Sammála því. Mér langaði að spyrja út í brúum bilið sem aðgerðaáætlun sem var samþykkt í nóvember 2018 og á að ljúka núna 2026 í loka árs. Sko, lítandi á bara Reykjavík.is, ef við skoða brúum bilið þá talað uppbyggingu leikskóla, nýja leikskóla og síðan stækkun ásamt nýjum leikskóla deildum, en sko hefur vandamáli kannski freka verið mönnun en að vanti húsnæði og hvernig hefur þetta almennt gengið brúum bilið? Sko hluta því sem er brúum bilið sem hefur truflað þessa fjölgun leikskólaplassa út frá því er að eldra húsnæði hefur einhvern veginn gefið eftir á svipum tíma. Þannig að sumir af þessum nýju leikskólum eða þessum nýju stofum eða nýju ungbarnas hafa í rauninni bara farið í það að verða varahúsnæði fyrir mikla leikskóla eða einhverja svona húsnæði sem það að gera við. Það þetta ótrúlega pirrandi að maður er búin að fjárfesta í nýju húsi að síðan bara fjölgi ekki plássunum af því að þú veist það bara þarf einhvern veginn að leysa af annað hús. Þetta hefur gengið vel, við erum búin að fjölga yfir 1000 pláss og og erum að ná svona nokkurn veginn þessi markmiði sem við settum. Við erum þetta nokkru sinni búin að uppfæra þetta síðan. Ég held að það var tekið á tímabili, það var líka þarna 2018 þá ákveðum við að fækka börnum á starfsmann, þannig að það eru færri börn á hvert fermetur og það eru fleiri starfsmenn á hvert barn. Við hefum líka farið í að styrkja hljóðvist og svona ýmislegt inn í leikskólanum. Við erum bara að halda því áfram. Við erum að gera það. Við erum með sérstaka áætlun það núna og við erum að setja inn fjármagn í þessari fjárhagsáætlun í að bara hvernig getum við í samstarfi við starfsfólki svona stutt við góða starfsæðstöður. En kannski eitthvað núna brjálega fórhaldar hlust að segja, mér alveg saman svo hljóðvist, ég vil bara fara í lókunadaga sko, ég man eftir myndum að DIB á öllu strætóskildu landsins styttum biðlista, útrýmum biðlistum, við erum mörgum ára síðan. Sko, nú ekki með gögnar að baka við, en hvernig hefur það bara gengið? Þú veist, ef við tökum bara biðlista ár frá ári. Já, sko, það hefur alltaf verið brúum bilið sem eru auðvitað það sem að við íbúar, við viljum að geta treyst því að þeirra fæðingarorlofi líkur og þá getum við fengið leikskólapláss. Við erum ekki alveg komin þangað, en við erum komin niður í 18 mánuði og svona 16 til 18 mánuði. Við erum auðvitað búin að opna nokkrar ungbarnadeildir þar sem við erum að taka og við erum auðvitað að taka yngri börn en þannig að þetta er komið vel á veg. Þetta er raunhæft markmið til þess að ná bara núna en til þess þurfum við að geta verið með góða stofnanir og við þurfum að geta verið með hæft og ánætt starfsfólk. Annars erum við flest í þessum lokunum, annars erum við flest í þessum lokunum dögum og það er ekki gott að stekka kerfi sem er ekki nógu gott. Þannig að margir eru að segja að við höfum stekkað kerfi of hratt. Ég vil ekki segja það, ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum að bjóða þessa þjónustu fyrir ungar fjölskyldur.
en við þurfum að gera það betur og við erum svolítið að horfa á það núna, horfa þess inn í og bara eins og ég var að segja það, fara inn og hlusta og tala við fólk og þetta ekki endilega alltaf flóknustu hlutirnir sem við þurfum að breyta. Til dæmis þetta bara við sem að skrá tímana sem við notum. Það ekkert rosalega flókið. Þú veist, það bara, og það getur alveg verið að þú þurfum að vera alltaf til 6 á, eða kannski ekki 6, til 4:30 á eitthvað og einhvern degi og einhvern annan dag getur verið styttra og ef þú getur skráðað þannig, þá hjálpar það leikskólastjóranum að skipuleggja meistarafólkinu. Þannig að þú veist, já, ég held þetta sé, ég hefði auðvitað alltaf viljað að þetta væri búið. Það er bara þannig, það er bara klárt. En þú veist, maður getur ekki búið til fólk og maður þarf líka einhvern veginn að gera þetta í þeim takti sem er mögulegt og ekki ganga á gæði. Og mér finnst bara mikilvægt að horfa líka, við getum ekki horft á leikskólastigið sem einhverja geymslu fyrir börn. Nei, alls ekki. Það er bara ótrúlega mikilvægt að við fyrir ekki að opna einhver slík úrræði. Höldum gæðunum og við erum svolítið metnaðfull með það. Sammála því. Færum okkur yfir í húsnæðisstefnuna. Hún í boði grillmarkaðsins og smáríkisins. Ég veit að fyrir vísta að það voru margir sem að voru talsveit ánægði með að opna tímann milli jól og nýjars á smáríkinu. Fekk mikið af skeytum. Fengum mikið af hrósi og orðsendingum. Það opið lengur þar, opið til 24 helgar og 11 virkum dögum og svo grillmarkaðurinn auðvitað með janúartilboði. Wow. Hvernig það? Ef ykkur fannst jólaseðill flottur á grillmarkaðunum, þá hvet ég ykkur til að kíkja á janúartilboði því að það er 3 rétta upplifun. 8 og 9 mann, sunnudag til miðvikudag allan janúar og það er humarinn. Það er nautalundin og það er hvít súkkulaði ostakaka. Sæll. Já, það er sæll tilboð en það er komið að húsnæðisstefnu. Birkir, ég ætla að leyfa þér að grípa orðið. Já, þetta náttúrulega, við höfum náttúrulega rætt Reykjavíkurborg, þættinur okkar ofta langir, við höfum rætt Reykjavíkurborg í svona 17 klukkutíma í þessu þáttum. Ég man eftir að koma inn á Reykjavíkurborg áður í þessum þáttum. Í undirbúningi fyrir þáttinn þá fór ég að rifja þetta aðeins upp. Fengum til dæmis Einar og Hildi til okkur saman hérna fyrir haust í góðum þætti sem að hvet heiði til að hlusta ekki á. Í uppfæri húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar sem samþykkt var að fundi borgarás tilgreint að markmið borgarinnar séu og þetta hefur mikið rætt að 35% sé þessi óhagnaðardrifnu leigufélög. Og við vorum með Þórald Gissurason hjá okkur daginn í góðum þætti þar sem að hann svona vísaði til föður og svona væri til eitthvað sem heitir óhagnaðardrifið og við svona kannski sem erum hægra meir í lífinu tökum dálítið undir það. Er þetta ekki bara smá svona einhver leikþáttur? Er til eitthvað sem heitir óhagnaðardrifið? Já, það er sannlega til eitthvað sem heitir óhagnaðardrifið. Og þetta er mikilvægt vegna þess að það er svona grundvöllur í samfélagi að eiga heima einhvers staðar. Og nú hef ég talað mikið fyrir stefnu í málefnum heimilislausa sem heitir Heimili fyrst eða húsnæði fyrst. Og ég með það í rauninu svolítið grundvöllur hjá okkur öllum, hvort sem við erum heimilislausa eða ekki. Að við eigum heima einhvers staðar. Og við erum á mismunandi stödd í lífinu og það eru mismunandi hlutir sem við viljum. Sumir vilja leigja, aðrir vilja kaupa. Sumir get ekki keypt, sumir eru með lægri tekjur og þurfa þá lægri húsnæðiskostnað því að það eru svona ákveðin viðmið það hversu húsnæðiskostnaðurinn má vera hár. Fyrir ákveðin hóp, svo cirka 5% af íbúðum í Reykjavík eru í eigu Reykjavíkurborgar. Það er sannlega óhagnaðardrifið rekstur, félagsbústaða. Já, ég hef þannig að þú talar leigufélag sko. Já. Það er það fyrir þá sem bara geta ekki sjálfur útvega sér húsnæði og er þá grundvöllur lífshamingju og lífsgæða þeirra. Síðan hefur komið inn til dæmis félag sem heitir Bjarg sem hefur verið að byggja upp þá fyrir fólk í ákveðum tekjuhóp. Það er fólk sem á erfiðara með að koma þakki yfir höfuðið. Við sjáum að svona leiga á almennu markaði hefur hækkað mikið og húsnæðisverð hefur hækkað. Þannig að þetta er greiðlega mikilvægt fyrir svona þann hóp sem er þar og þar eru þúsundir manna á biðlista. Að þar sé þetta óhagnaðardrifna félag sem í rauninni er ekki, það greiðir aldrei arð. Það er aldrei verið að taka út neitt hagnað úr félaginu. Hagnaðurinn þeirra eru ánæðir félagar í þeim verkalýðsfélögum sem að eiga Bjarg og sem að þarna geta bara eignast heimili. Þeir hafa meira þess að lækka leigu og hækka leigu eftir hvernig lánin standa og hafa mikið metnað til þess að sýna fram á það að þetta er ekki hagnaðardrifin starfsemi. Og það eru þetta félagsstofnun stúdenta, við erum með samtök aldraðra, það eru fleiri svona félög, búseti líka, þar getur við keypt kauprétt. Ég held að sé bara mjög jákvætt fyrir okkur að við höldum þessari blöndun. Og við erum alltaf samt að tala að langstærstur hluti húsnæði sem byggist upp
eignarhúsnæði. Og það svona auðvitað gömul saga á Íslandi að við bara, þú veist, þegar ég var ung þá vildu allir kaupa og maður bara gat það. En núna það bara flóknara fyrir marga. Við höfum líka verið að leggja áherslu á þessar, þá að taka þátt í þessu varandi hlutdeildarlánin og fyrstu kaupendur, að vera að tryggja að koma á markaðin eignir sem að passa inn í þann pakka. Af því það ekki nóg að bara bjóða upp á það ef engin eign síðan nógu hagstæð. Þetta hægt. Við sjáum að fermetrarnir eru ódýrari. Það hægt að byggja ódýrar, það hægt að bjóða upp á mismunandi valkosti og það tekur ekki neitt af neinum. Nei. Og það finnst mér eitthvað svona, þeir sem að vilja eiga húsnæði sitt, ég á húsnæði mitt, það bara, ég það heppin, ég það gömul að maður bara varð að kaupa því annars bara, ég var búin að flytja 3 ári og þá segja bara, ég nenni þess ekki. Og það var mjög heppilegt því fljótlega eftir það hækkaði húsnæði sem var mjög mikið. En ef ég hefði ekki gert það á þeim tíma, þá kannski hefði ég ekkert komist inn. Þetta alveg, það má ekki vera svona happdrætti. Nei, sko, Bjarg samt með, ég ekki beðið að svara fyrir Bjarg, sko, Bjarg samt með 28 milljarða eigið og maður kannski velti fyrir sig eins og Þorvaldur sagði þetta sko, hvernig myndast eigið í óhagnaðardrifnu félagi, sko. En, ok. Eigið náttúrulega til þess að byggja. Þeir eru að byggja stanslaust. Þeir eru núna og við erum að vinna með þeim núna nýja áætlun það. Hvernig við getum fjölga húsnæði fyrir Bjarg og ég meina þeir eru með ég maður rétt 3000 manns á biðlista. Við erum kannski með svona 600. Þetta eru fólk sem að þarf að komast á öruggan stað, á örugt heimili. Og það fyrir fólk sem að að leigja og getur fengið íbúð hjá Bjargi, þá getur það breytt með miklu því þetta langtímalega. Þú veist, það enginn að fara að segja þér upp og þú þarft ekki að flytja í næstu viku og þú getur bara að skrá barnið eftir bara íþróttafélagið. Þú gerir ekki að þú ert alltaf að flytja því að þú vilt ekki einhvern veginn að sé búið í KR og Val og Þrótti og Fram. Það er bara alltaf flókið. Þannig að þetta svona ákveðin grunnur fyrir fólk til þess að eiga gott líf. Og mér veist ég held að þetta hafi breytt og ég meina þetta er í rauninni svolítið einstakt og að Reykjavíkurborg hafi náð þessu og líka þessum 5% í samningum við einkaaðila. Þetta bara einkaréttar samningar þar sem við höfum gert samningu þar sem er að byggja upp að selja okkur 5% af eignunum inn í sömu húsum og hinni búa. Það ertu með þessa félagslegu blöndun inn í öllum hverfunum, inn í húsunum. Þú ert ekki með sérhús þar sem að tekjulegri búa, sérhús þar sem að félagslegu. Auðvitað eru bjarghúsin sér, en ég menna það svo fjölbreyttur hópur. Sem mjög flott að þetta sé svona innan byggð. Já, veistu það, mér finnst það mikilvægt og við sáum bara, við höfum séð í þessari svona, við bara lært líka bara eins og að Breiðholtinu, þar sem voru heilar blokkir, bara félagslegt húsnæði og þá, sko, fólk upplifir fordóma. Já, það gerir það. Ég bara, og mér finnst það ótrúlega leiðilegt af því að, sko, sérstaklega fyrir börn sem að fæðast einhvers staðar og ráða því bara ekkert hversu mikla tekjur foreldrarnir hafa eða hvort að þeir eru með geðsjúkdóm eða fórstjórar. Þú veist, þú fæðist sem barn, þú hefur bara enga ábyrgð á því og þú alveg stuffi að séu fordómar fyrir því hvar þú býr. Það er örugglega bara mjög markarandi fyrir marga og ég meina það hefur verið sýnt fram á það og ég var nú ég var nokkur ári stjórn félagsbústað, það var útrúlega skemmtilegt, merkilegt og þetta er svona já, þetta er svona einhver lífssýn það hvort viljum við búa allir í þessu samfélagi viljum við það ekki. Og viljum við einhvern veginn búa til karfi sem eru sem er einsleitt, sem er bara fólk sem einhverjum ákveðnum tekjubilum. Ég held ekki. Ég held að okkur finnst meira gaman að við séum svolítið svona bara kynnast ólíku og kynnast mismunandi fólki og mér finnst það svona, já, mér finnst það styrkur í hverjum og í rauninni eru þau hverfi sem eru svona fjölbreyttust, vilja vinsælst hverjum, þangað vilja flestir flytja. Já, við erum að tala um húsnæðisstefnuna á Reykjavíkurborg og þú svarar kannski aðeins áðan á Reykjavíkurborg að þétta byggð, brjóta nýtt land eða byggja á grænusvæðin borgarinnar og bónusspurning, hvað mun gerast fyrir hennar flugvöll ef að Heiða fara að ráða? Þetta eru bara svona pínu litla spurningar sem ég verð enga stund að svara. Nei, við erum þetta, já, við komum að segna þetta á þann. Ég menna, mér finnst þetta með þjættinguna, þetta hefur verið bara mjög mikilvægt. Ég menna, við viljum og ég menna, við höfum gert kannanir meðal borgarbúa, meðal ungs fólks, bara hvernig viljið þið komast á milli staða, hvar viljið þið búa, hvernig viljið þið. Ég menna, við erum þetta að byggja borg sem að við viljum að unga fólkið síðan velja að búa í. Það er rosalega mikilvægt. Ég meina, við byggjum bara borg sem hentar öllum 50 eða eitthvað og síðan bara einhverju 20 sem er bara hlutu borg. Við þurfum að horfa hvað yngra fólki vil, því við erum að byggja þeirra borg líka. Og það er svolítið ákall eftir þessum minni íbúðum, það er ákall eftir að geta verið miðsvæðis, gengið, hjóla,
yngra fólki kannski ofta að leggja meiri áherslu á svona önnur gæði heldur en kannski þeir sem eru komin með fjölskyldur eða fólk eins og ég sem vil vera með stóran garð og rækta grænmeti, skilur þú veist, það er ekkert víst að allir tvítur myndi endilega bara finnast það kostur. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt. Þéttingin já, á mörgu leyti oft svona gaf kosti á þessu. Það voru líka að þetta þétti borgin, þetta gerir meira líf og það sem er líf, þar er fólk hamingjusamara, upplifir meira öryggi. Ég meina, það er bara vísindalega sannig, ef þú sér fólk út á gluggaveginn, þá upplifir einhvern veginn meira að þú tilheyrir samfélagi heldur en að þú sér það engan. Já. Þannig að ég held að þetta hafi verið gríðarlega bara mikilvægt og sterkt fyrir borgina, en ég held líka núna að við sem komin á þann stað, við þurfum að fara að horfa út og við verðum að passa grænusvæðin. Og það er bara ótrúlega mikilvægt að það sé alltaf innan þessar 15 metra, þessar 15 mínútna og jáfnvel bara 5 mínútna að þú getur komist í eitthvað svæði þar sem þú getur helst eitthvað grænt, þar sem þú getur hitt fólk, þar sem þú getur átt svona góðar stundir í rauninni bara óhæð því hvar þú akkurat í hvern íbúð þú býrð, hvort hún óhagnadrifin eða skilur hvernig. Það sem hefur verið staðið kannski þessum uppbyggingu nýrra hverfa fyrir þrifum er bara gríðarlega kostnaður við innvið uppbyggingu. Það bara kostar alveg, við erum með nýjan og flottan skóla upp í Úlfarsárdal. Þetta er ótrúlega flottur skóli, hann er algjörlega fullur núna, hann kostaði 13 milljarða. Þetta er auðvitað leikskóli, grunnskóli, þú veist, þannig er bókasa, þetta er alveg rosa fínt, en ég menna, þú veist, þetta, við getum ekki byggt kannski, þú veist, 5 svona á hverju ári. Þetta er alveg, þetta við Reykvíkingar, við erum ekki með það hátt, við erum núna með 26 milljarða á næsta ári í fjárfestingar. Það verður þó mögulega tveir svona ef við gerum ekkert annað. Við þurfum líka að fjárfesta í götum, við þurfum líka að fjárfesta í sundlegum, við þurfum að fjárfesta í íþróttamannvirkjum. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á það í þessum meira hluta að styrkja íþróttina, styrkja frístundastarfið. Þannig að núna sett ég að stað þá þess að vinna með verkalýðshreyfingunni að skoða bara hvernig og þau þá sem fulltrúar íbúa, hvernig getum við gert þetta öðruvísi. Og við erum núna að vinna því að bjóða út, óska eftir innviðafélagi sem er til að byggja upp fyrir okkur, með okkur, heilt hverfi, þannig að innviðirnir rísi á sama tíma. Og þá eru við í rauninni að leggja fram land við borgarbúar, en fáum í staðinn þá þetta uppbyggingu sem er samhliða, uppbyggingu íbúða, samhliða uppbyggingu skóla og leikskóla og þessara svæða sem er verið að skilgrina núna hvað hefur inni. Og við munum auglýsa núna á vonandi næstu vikum eftir bara einhverjum aðilum til að koma inn í slíkt og fara í svona samkeppnisútboð. Og ég er að vonast til þess að þetta skil góðum árangri og þá erum við í rauninni komið nýja leið til þess að byggja ný hverfi. Af því ég held að, þegar ég var alstiff, foreldrar mínir byggðu að flytta í svona nýbyggingum hverfi og ég meina, skólinn kom miklu seinna og síminn og göturnar, þetta var allt mjöl og þetta var svona, og þetta er það sem gerist í Úlfarsárdalnum. Það var bólu á þeim alls konar og svo kom hrunið og þá kom ekki innviðirnir og þetta er ekki eitthvað sem við viljum sjá. Og núna erum við að byggja Höfðann og mér veist fólk það réttilega að kalla eftir því bara hvenær kemur skólinn og hvenær kemur leikskólinn og hvenær kemur íþróttahúsið og ég get ekki alveg svarað því að því mér veist ekki alveg hafa verið skýrt hvenær það átt að koma. Þannig ég er að vonast til þess að núna þetta sem við erum að gera í Úlfarsárdal, þannig í Höllum og Hamrahlíðalöndum, að við náum utan þetta og við náum að gera þetta þannig að þetta rís upp samhliða og að loknum þessum tíma, ef einhver hagnaður er af því að þá skiptist hann bara jafnt á milli eða með einhverjum hlutullum á milli og borgarbúar eignist þessa innviði. Ef við náum þessi, þá verður í rauninni einfaldra fyrir okkur að stækka í þeim takt sem að okkur er að fjölga. Við erum náttúrulega eina af þeim borgum bara sem er að fjölga að hraðast í af því að hérna á Norðurlöndunum. Ég held að 2% fjölgun á ári er bara mjög mikið, sko. Og það er gleðilegt og mér finnst ótrúlega gaman að fólk vilji flyttingu og ég skil það bara mjög vel. En fyrir okkur að vaksa svona hratt er bara áskorun. Þetta er einhvern veginn svona, þetta er eitt af því stóra sem við höfum verið að gera. Og auðvitað ef við myndum bara fara út á markað, selja þetta land, getum við fengið fullt af peningi í kassan, en við erum samt að byggja inn við þarna. Við myndum ekkert kannski endilega ráða jafn mikið það hvað kæmi og þú veist, þetta er svona, þannig ég er að vonast til þess að þetta verði einfaldari og betri leið og gætum þá mögulega nýtt hana á fleiri stöðum í framtíðinni. Já, það hljóma vel því að 26 milljarðar hljóma kannski eins og stór tala en þegar maður setur hann í samhengi þá er það kannski ekki nóg mikið fyrir ört vaxandi borg og við sjáum eins og með nýbyggingar og nýbyggða leikskóla að þeir kannski koma í staðin fyrir grotnandi innvið annars staðar. Ég má til með að spyrja þig, Heiða, fyrst ég með því
það var eitt af fyrstu verkum ykkar að skerða hlutin til KR fáið hann ekki örugglega aftur fullan og tvöfaldan Skerða hlutin til KR, já það var alveg ótrúlega misskilningur. Að blása upp í fréttum hann, mann ég bara Það er kannski fyrst að fá að leiða þetta, já. Nei, við erum bara að gera svo mikið fyrir KR, sko, það er bara, ég er í Laugardalnum, sko, fólki þar er bara að fara að horfa á mig, sko, þetta er ekki gott, sko. Við erum alltaf bæði búin að gera gervigrassi með KR þannig og síðan vorum við að ákveða að byggja upp þetta fjölnota íþróttahús og það bara senkaði eins. Þannig að það við erum alltaf að passa að vera innan, en það er bara ekki vera að ganga neitt á hlut KR og það er líka bara... Ég myndi nú bara fara fyrst að hagræða þar. Það er að fyrst að sem myndi byrja að hagræða. En það var alveg komin tíma á KR. Ég bara, ég ætla að segja það. Það er líka bara, þetta er mikilvægt og gamalt félag sem við erum stolt af og það var alveg komin tíma að byggja upp þar. Já, ég er eiginlega búin. Sko, ég ránar hún segja að tala um þéttingu, því að við erum mikið talað um þéttingu hérna. Við sjáum kannanir þess efni sem mögulega sama konun og Heiða voru vitni á hann. 56% íbúa höfuðborgarsvæðisins eru andvíg þéttingu byggðar og aðeins 26% lindinni. Sko, nú spyr ég bara eins og talaður á hann og mér ást það bara vel svara hefur að kannski eru borgarbúar orðni smá kannski bara orðin þreyttir á orðinu þéttingu og kannski bara þéttingunni per se en þá veltir maður fyrir sér sko þeir eru búin að vera við stjórnvöldin en þeir ekki 1 milljón ár núna eru þetta er borgið sem þið vildu, þið er ekki skrítið að þið séu skiptum stefna, ég hefði skilið að vera að taka með einhverjum öðrum flokkum, en þetta er Reykjavíkurborg sem Dagur var, ég veit að Dagur er ekki þú en þetta er það sem þið vildu það ekki þéttingu byggðar. Jú, en þú veist, það er ekki hægt að halda áfram endalaust að þétta þú þéttir af því það eru tækifæri og það voru sannlega tækifæri og ég meina þéttingar, kirkjusandurinn ég tek það sem dæmi ég held að sé fáið sem er að maður úti því að breyta kirkjusandurinn múið að vera bílastæði fyrir strætó yfir í að vera íbúabyggð skilju, það er þétting samt höfðin er þétting við erum að breyta, við erum að taka ákveðin svona ákveðin starfsemi út og setja inn húsnæði íbúabyggð ég held að fólk sé sko ég held að þétting orðið sé komið svolítið svona neikvætt einhvern neikvæðan blæ er það ekki bara klassískt á Íslandi að orðin alltaf breytast en ég held við séum samt mjög ánægð með margt sem hefur verið gert og ég held að almennt séu borgarbúar svolítið stoltir af borginni sinni. Við erum kannski ekki ánægð með all húsin hvernig við lítum. Við erum mjög, smekkurum er sefn og allt það. En það þurft að taka þessi svæðir sem voru svona einhvern veginn tóm inn á milli og breyta þeim og það gerði borgina þéttari og betri. Fleira fólk býr saman, ég meina núna eins og kirkjusandinum, ég vildi koma hérna kaffihús og hárgreiðslustofu og ég veit ekki hvað, af því að fólki er komið hana. En meðan það voru bara strætó bílar þarna, þú veist, það var ekki líf, þú veist, þannig að við getum líka einhvern veginn hort í ákvætt á þetta og ég held að borgarbúar, ég held að sé hluta því að borgin er vinsæl, ég meina fólk vill flytja til borgarinnar, það er engin skortur því og það er af því að hún er spennandi, hún er orðin þéttari, hún er orðin svona meiri svona líkari kannski höfuborgum eins og við þekkjum þar annars staðar og það er hluta því, við þurfum að hafa menninguna, við þurfum að hafa einhvern veginn umhverfið við þurfum að hafa svolítið svona líf og fjör til þess að fólk velja að búa í Reykjavík Það komið nóg að þéttingu í bíli, skilja þið rétt? Já, við erum ekki með neinn stór þéttingar áfram núna, við erum frekar að horfa á hitt Já, þannig að það er kannski svona svolítið stefnubreiting það er ekkert endalega af því að við erum ekki að segja allt hafi verið einhver mistök, alls ekki heldur, við erum stolt af því sem að samfylkingin hefur staðið fyrir í borginni og ég held að enginn haldi því fram að borgin hafi verið betri ég veit ekki hvernig við tókum við sem fyrir 2014 ég var í borgarstjórn þegar við lifðum hunda á Laugaveginum hundar voru bannaðar á Laugaveginum ég var stjórnarformaður strætó þegar ég bara lifði fólki að fara inn með kaffibolla það er svo margt sem við hefum breytt og við vorum svolítið mikið gamaldags og við þurftum bara alltaf að taka og ræra upp og ég held að fólki almennt finnist við á miklu betri stað núna en það þýðir ekki að við ætlum að stoppa við þurfum alltaf að halda áfram og það er alltaf nýjar áskoranir og það er alltaf ný tækifæri það eru auðvitað mjög hagkvæmt að byggja og þétta nýta þá innviðir sem eru til staðar en kannski verður bara líka hagkvæmt að fara þessar nýju leið sem að ég er að reyna að tala svo mikið fyrir að byggja upp innviði samhliða þessu ef við fáum einhverja svona sterka einhver innviða fyrirtæki til þess að gera það með okkur Klart. Já, sem kemur okkur að næstu umræði í boði List kaffihús Óskar hlustendum gleðilegs nýs árs og Við erum mætt til Akureyrar núna, við erum ekki Reykjavík Nei, heldur betur, listigarðurinn þar það er annað
annar bæjarfélag sem að hann held ég bara allt upp á 10 allavega hjá list í listigarðinum og 2 fyrir einna kalda, hvað segir þú? Geggja hús, fyrirverandi, já. Ég held að Logi Einarsson hefði hannað þetta hús. Já, fyrir formaður Samfylkingarinn. Við komum bara allstaðar við. Já, allt sem gott er. Já. Og svo er það fyrir þá sem ætla að koma sér í form á 9 ári. Já, það eru heimaform. Ég er skráður. Vel gert. Hvaða tæki tókstu? Bara tók eitthvað pakka þarna. Já, róðuvél eða? Nei, ekki róðuvélina. En þeir eru komin að flegi fyrir að uppfylla nýja pantanir fyrir þá sem að ætla að vera hraustur á 9 ári. Já, senda þetta frítt heim til. Þarf ekki að fara rektina. Og þú getur leitt þetta, sko. Þú þarft ekki að kaupa tækið, sko. Nei, af því að maður hefur alveg oft farið á okkar heimili og það er byrjað að safnast ríka okkar hlaupabretti þarna sem er ekki notað í 5 ár. Leigðu það bara í mánuð. Kíkt inn í geymsluna, það er ósjaldan sem maður sér eitthvað þar. Ég ætla alltaf að nota þetta, glemdi því. Það er heimaform.is, en sko, mér langaði einmitt að ræða því við erum að ræða borgarskipulagið og helstu þetta í hendu við samgöngunar. Og þessi vegferð sem að Reykjavíkurborg hefur verið á þéttingu byggðar og eins og þú nefnir með til dæmis Laugaveginn og hundahald. Maður er nú svo íhaldsamur sjálfur og ég man þegar Laugaveginu var breytt svona einhverjum sumpart í göngugötu og mér fannst það svo fáránlegt og maður var svo mikill vinnur einkabílsins en mér finnst þetta snilt í dag. Bílastæðin og maður var ekki með sína sjálfur en það var einhver með hana fyrir mann og maður sér ekki alltaf alla leið sko, en mér finnst þið samt vera í svona millibilsástandi núna með það er búið að þrengja ákveðna götur og það er verið að nýða skoðun af einkabílnum sem að Þú býrð á Laugaveginum, bara svo þetta ekki fram. Já, ég bý á Bergstaðastrætinu og unni vel við, næsti nákvæmlega minn er einmitt Dagur-B. Wow. En sko, mér langaði að spyrja þig sko, að því að ég er alveg viss það, ég muni líta tilbaka einn daginn, einhver tíman og hugsa, herðu, þetta meikaði alls þess, þetta var partur af stærri mynd. En hvernig sér þú þessa mynd fyrir þér? Er það borgarlínum? Er hún lausnari alls og er það Já, bara svona þessu Evrópusamantið, eins og fólk talaði um mig. Já. Nei, sko, ég held að sé bara, sko, ég finnst svo gott að horfa á samfélag út frá því að hvað við erum ólík. Við erum svo alls konar í þessu samfélag og við viljum alls konar. Og margir vilja ferðast með almenningssamgöngum og ég held að flesti sem hafa búið erlendis eða dvalið einhver tíma sem hafa verið á stað þar sem eru bara svona öruggar og góðar almenningssamgöngur. Fólk saknar þess. Og ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að við byggjum upp þannig innviði hér. Og þess vegna er borgarlínan bara mjög mikilvæg. Ég meina þarna getur það komið strætt á milli staða og það er að koma miklu fleira fólki á milli staða, miklu hraðar heldur en ef allir eru einn og einn í bíl. En við erum samt alveg áfram að gera ráð fyrir að bílum fjölgi og einhverju koma alltaf til með að velja það. En það er líka bara allt í góðu lagi. Og það að einhverju velji að almenningssamgöngur ég meina það gefur þá jafnvel bara þeim sem að velja bíl meira rými til þess að vera á bílnum sínum. Það eru fleiri og fleiri sem vilja hjóla og ég meina sjá það núna eftir þess að við bara byggjum fleiri hjólastiga til fleiri og fleiri hjóla og ég meina þannig ég held að sko það er ekki hægt að kannski hvetja sko auðvitað voru við til dæmis eitt af þess að við gerðum núna við vorum að auka tíðinni strætó. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og setja fleiri leiðir á 10 mínútna fresti á annan tíma og það skiptir máli, en strætó er samt sumstar bara fastur í umferðinni eins og allir aðrir. Og þá er það auðvitað, þá skiptir þessi tími minna máli því hann skilar sér ekki. Þú getur ekki treystu að vera komin á réttan stað. En þessar akreina fyrir strætó, er það ekki að hjálpa það? Sko, jú, þar sem þær eru, en þær eru þetta ekki allstaðar. Okay, og við erum líka að sjá það að núna bara bílum hefur fjölgað meira en við gerðum fyrr. Það er nú kannski, ég held að það sé meira það sem er að trufla bílum fyrir heldur en einhverja rosalega þéttingar. Ég held að bara borgarlínan sé bara mikilvægur grundvöldu þess að við komumst á milli staða í borginni og við getum einhvern veginn náð því að fara á milli vinnu og heimilis að þess að þurfa að fjárfesta í bíl og vera síðan först í bílaumferð. Einhverju munu samt kjósa bílinn og ég meina þá verður aðeins meira pláss fyrir þá. Einhverju munu kjósa hitt og þá verður það möguleiki sem er að mörgu leyti ekki það. Ég tek sjálf 12-una, ég meina ég veit ekki hvort fólk þekkir hana, ég meina en á okkurum tímum þá hún er bara först á Sæbrautinni og þú bara ert bara þar og þú veist, þá ert ekki að sjá einhvern rosa hag í því endilega að taka hana þannig eitthvað annað. Margir vilja líka labba og ég meina þéttingin hefur hjálpað það, fólk getur að flutt nær vinnunni, kannski heldur en áður var mögulegt, ég meina ef
Þannig að það líka, ég held að borgarlínan algjör grundvöllur fyrir það að við náum áfram sem þessi þétta höfuborg sem við viljum vera. Sko, maður kannski spyrja eina þegar þú talar á hana, við ætlum kannski aðeins að vera að hvíla þéttingu, gerðu engin mistök, en það bara núna komið 2026 og við höldum áfram veginn. Sko, var einhvers konar útópía mögulega bara í gangi með að vera með 0,3 bílastæði per íbúð og það verður enginn á bíla árið 2006 og þeir kannski bara vakna upp með væran draum og við sjáum ástandið í gufunni sem við kannski ekki talum aðeins eftir, en þú veist, það bara voru við kannski, eins og aftur, eins og Leifur talaði þið mögulega voru í 70 skák, sáu 20-30 ár fram í tíman, en voru við kannski eins og fljóti, voru við kannski ekki tilbúin við innviðina fyrir einmitt þessa stefnubreitingu? Já, ég held að sumstaðar sé bara það rétt, að við vorum ekki tilbúin með innviðina fyrir stefnubreitingu og við hefðum þurft að kannski klára marga, víða innviðina fyrst áður en við fórum svona. Því það auðveldara í rauninni að breyta bílastæðum eitthvað annað heldur en að breyta einhverju öðru bílastæði. Ég meina eins og horfum á ef þú býr á Bergstaðastræti það er ekki auðvelt að fjölga bílastæðum þar. Við fyrir ekki að rífa hús til að búta bílastæði. Það er þannig að mörgu leyti kannski voru við áköf í þessu og misskýra framtíðarsýn sem skiptir máli og þetta hef ég aldrei sagt að við hefum aldrei gert nein mistök örugglega. Ég meina það er allir sem gera einhvers staðar einhver mistök og eitthvað má betur gera og þá má ég vel endur gera en svona í stóra samhenginu þú veist mér þetta hafa tekist bara býsna vel og ég er mjög stolt af borginu okkar mér finnst skemmtilegra að búa í Reykjavík núna, það er meira lífnir í bæ heldur en það hefur verið bara núna sem síðustu 20 árum, ég meina borgin virkilega lifandi, ég meina nú bara vinjunir í bæ og bara þú veist þetta og þetta hefur líka með túrismann hefur fengið miklu fleiri veitingastaði og þetta bara, þú veist, borgin okkar mjög góð og mjög spennandi og vantar kannski svona smá herslimuninni sem borgarlínunni þannig að við komast örugglega á milli staða á réttum tíma og svona kannski öruggari gönguleiðir þannig að maður getur svona, ég held að vantar ekki svo mikið upp og við getum verið bara stórkostlega með þetta. Nei, einmitt. Sko, þá velti ég bara fyrir mér sko því ég ætla nú ekki að fara að lesa upp allt þetta gufunisdrama á þetta daginn, það er nú búið til góða Netflix-seríu það að þú mættir okkur íbúfundana og það var allt brjálega fréttunum og annað, sko, ég velti fyrir mér þetta á svo flóki hvernig það var að koma einhverju leigubílar og einhverju strætó, hugsaðir ekki þeir og sást það bara, okkur voru ekki bara með aðeins fleiri bílastæði, þá væri ég búin að leysa þetta. Já, akkurat, en sko, þetta svo óvinnselt að segja þetta, en þú veist, þarna var farið í að gera íbúðir fyrir fyrstu kaupendur sem ekki fylgdu bílastæði með og þá getur ekki búist eða fylgist bílastæði með. Nei, það er enda frábær punktur. Skilju, þannig að þú veist, en ég veit að þetta ekki vinsælt að segja og ég veit að fólki finnst það bara við að gera bílastæði, en bílastæði kostar og það er kannski eitthvað sem við Reykvíkingar þurfum líka svolítið átt og gróð, kannski bara Íslendingar, ég veit að fólk alveg brjála yfir en bílastæði kostar mjög mikið. Og ég meina, og mörguleiti finnst mér það líka og ég þekki, gott fyrir fólk að geta fengið val, vil ég kaupa bílastæði, vil ég það ekki. Ég meina, ég myndi kaupa alltaf bílastæði, ég vil eiga bíl ég bara vil geta fara út úr borginni og ég vil gera þetta, en kannski ekki þú og þá getur þú keypt íbúð án bílastæðis og hún miklu ódýrari kannski 5 milljónum eða 7 milljónum eða ég veit ekki hvað, fyrir eftir hvar þú ert ef maður kaupir ekki bílastæði ef maður ekki með bíl, á hverju maður þurfa að kaupa bílastæði ef maður ætlar ekki að nota þannig að er þetta ekki bara ákveðin valkostur sem þá í boði en þá getur maður samt ekki keypt á íbúð og síðan vilja fá það. Nei, þú veist, þannig við verðum einhvern veginn að ákveða það og kannski var bara ekki gott að byggja á þessum stað íbúður sem voru ekki með bílastæðum. En það fóru við inn og bættum inn og hefum gert það og ég meina það getur vel verið að þurfi ég held líka bara, ég var hérna í guðvinni þetta viðtal áttu nú reynda bara ekkert að vera bílastæði sko. En ég er ekki að meina þetta sem var hérna í Grafarvoginum. Ég var alltaf að tala bílastæði. Já, ég vissi alltaf að þið myndi gera það sko. En við höfum farið inn og bætt inn bílastæðum hana. Bílastæði og yfirborði eru samt ekki eitthvað rosa spennandi. Það er ekki eitthvað eislega gaman að labba og það er bara alltaf bílar einhverstað lagt, þú veist. Man vill auðvitað gjarnan hafa eitthvað annað á yfirborðinu. Þannig að það er svona spurning hversu mikið við eigum að eyða á landinu í Guðunnessinu fyrir slík svæði. En ég menna það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða núna með íbúðunum þar. Og það er auðvitað núna, það er svona verið að gera rammaskipulag fyrir Guðunnessinu. Brjálæðislega spennandi staður og ótrúlega flott uppbygging og ég menna, en það er ennþá svona umferðaflæðið er ekki alveg komið, það er ekki alveg bara ákveða hvernig svona þetta er að liggja og hvar næstu hús er að rísa og þetta er ennþá svolítið hrátt og ég bara hvitt borgarbúa til að fara þarna og kíkja það er alltaf að fara í gufu þarna niður frá
og bara labba niður í fjöruna og ég var þarna daginn og kíkti til Balta þarna í stúdíóið og stóð þarna upp og bara ég sá 3 hvali, eða skiljið, þetta er alveg geggjasvæði og ég meina við verðum að standa vörð það og passa hvernig við ætlum að nýta þetta dýrmæta land og ég meina þetta átti að vera svolítið svona skapandi byggð og ég meina við þurfum að halda okkur í það. En þið áttuð ykkur alveg á því að þú veist að eins og segi, mögulega voru það eins og segi, kannski eru bara ekki ennþá komið það langt að við getum verið með svona fá bílastæði per íbúð. Ég held að það er alveg hægt, en mögulega var þetta ekki rétti staður. Nei, en ég reynda líka núna bara að tala almennt, sko. Já, almennt. Já, það er auðvitað mismunandi og ég meina við erum með mörg, það er alveg fleiri en 1 bílastæði á hverju íbúð í Reykjavík, sko. Já, ok. Þú veist, það er ekki þannig, ég meina þú deilið þeim niður, en þú veist, það er ekki við höfum fjölga bílastæðum, en það er svo kannski, svo ég sagði hún í skaupinu, svo er þetta líka orðið svolítið flókið þegar fólk er að borga fyrir bílastæði og mér finnst það eitthvað sem ég vil taka á. Ég myndi vilja bara einhvern veginn að fá einhverja reglugerð eitthvað það hverjir mega rukka fyrir bílastæði og má það bara vera, mætti ég bara 20 skall, eða ég skilji. Já, landeigandi hlýtur bara að ráða því. Já, ég meina, á ekki að vera neitt ramma utanum þetta. Eiga að vera, ég held að þetta, sko, ég held að neytendur séu farnar að kalla aðeins eftir svona, ég meina, maður fær bara Við þurfum að taka sér podcast um það. Já, sko, ekki endilega mig. Ég held að það sé ráðherra sem ég ræða en ég held að, ef ég heyrði rétt hjá Hönnu Katrínu, sem er nú ekki flokksisti mín, þannig ég get auðvitað það, en ég heyrði svona eitthvað, hún var að velta þessu fyrir sér daginn og ég held að það er alveg fínt. Það sé einhver rammi bara hvernig, hvar og hvað ert að selja og hvað ert að leigja. Af því að Reykjavíkurborg á ekkert öll þessi bílastæði og margir halda það. Þetta séu við bara eitthvað að rukka 5.000 kall fyrir eitthvað, við bara, já. Mér finnst reynda mjög, ég ætla að hrósa aðeins, mér finnst mjög flott að þið ætlið að, ég veit ekki hvort það sé afgreitt úr þarna borgarráði, en að þið ætlið að hætta að vera sjálfa reka í P4-stöðum eða eitthvað slikt, þú veist, að því að þið bara er einbytt ykkur að vera með góða borg, sko, og veist að leiða það bara enga alveg að gera annað, ég var hrifin af því. Já, reynda, tökum þetta örsnögt, sko, þetta er áhugavert sem við nefnum með P4 og bílastæði yfir höfuð og hérna bílastæði sektir, þessi bílar sem að komu og vera innleitir. Og nú býr maður einmitt niður í bæja og gjaldsvæði og ég tek eftir því að það eru enn stöðumælaverði líka á sveimi en maður sér þetta svona einhvern veginn í bland. Hvernig hefur þetta gengið með bílastæða varðar bílana og innleiðingu þeirra og hafa þá, að það var líka að tala um manni á sínum tíma að smá eins og Indriði fósfröður banki í ofnum, það er einhverjum að kenna og ég ætla að komast að í hverjum en hefur borið á fleiri sektum síðan það var innleitt að það var að tala um að það yrði ekki eða hvernig hefur það verið? Það er bara frábæra spurningar, sko. Ég ætla að segja, sko, bílastæðasjóður er pínu svona eins og heilbrigðiseftirlit. Svona við erum alveg bara, þú veist, sko, maðurinn minn var að sækja mig í ráðhúsið og stoppaði svona örstutt fyrir framann, skilur, þannig ég geti hlaupið og hann hafði sagt, hann var alveg brjálaður, sko. Þetta stræt honum. Hann sækja mig ekki aftur, sko. Og hérna, vistu, ég veit það ekki. Ég held að tilfinningin okkar segja að það séu fleiri. Ég skal bara tjekka á þessu. Já, og við fáum einhvern sem var stýri í bílastæðasjóði næstu það. En þið bara, við borguðum 60, 10.000 kall, hann bara, ég sæki ekki aftur, það er bara þannig. Þetta eru nokkra stöðaferðir. En það er bara sama yfir alla, en sko, ég veit ekki alveg, sko, af hverju þessi bíla ákvörðun var tekin og við höfum ekki alveg komist að því. Ég hef alveg verið að spyrja um það, því að sko bílastæðaverðir er kannski einu af þeim starfstéttum sem verður fyrir miklu aðkasti og svona eðlilega, þetta er ekki svona jákvætt þannig kannski var það en okkar markmiður auðvitað ekki að sekta, okkar markmiður auðvitað bara fólk geti lagt og ég menna sérstaklega þeir sem búin er í bæ veist, að geta lagt nálægt heimilinu sínu, það er nú svona frekar skiljanleg ósk fyrir mér, að fólk vilji það og þá þurfum við að einhvern veginn stýra í þannig að þau fáu stæðin frekar heldur en aðrir þannig íbúarnir fáu útdýrara og við hinn sem erum þá gestir. Mér finnst gaman að sjá myndir af Reykjavíkurborg eins og hún er í dag og hún er að mörguleiti glæsileg, sérstaklega það alveg down sko. Ég verði að benda það að því að ég verði að ráða fólkinu heilt hann í Gufunesi áður en að fólk hættir að megum ekki glemma fólkinu í Gufunesi Bílastæðalösa fólkinu Já, sko ég verði að fá að ráða heilt að því ég var sjálfur að skoða íbúðarna en fyrir það sem eru kannski að vinna niður í bæi eða í borgartúni eða hvaðina köpum sér bara jetski tímið fyrir vinna minn draumur er endur og ekki draumur þú veist við vorum alltaf að tala um bátastrætó frá Gufunesi og niður í bæ ég er ennþá þar sko við eigum að vera bara svolítið stóri og metnaður og ég menna pæling var í geggja getur bara að fara kannski niður í Hörpu og bara Gufunes geðveikt gleyma bílnum stoppa bara einhvers staðar í Laugarnesinu á leiðinni og þú veist það getur bara
fastur í umferði Geti verið úti og fengi alltaf salt Út á hafi, já. framan yfir og leiðin í vinnuna á jetskíun á liggjandi á flautunni, þessi strætó þetta hægt maður. Þannig að ég meina það var æðislegt. Ég meina við þurfum líka að finna nýja leiði til að koma okkur milli staða og ég meina það alltaf hugsa lausnum sko. Já, en ég ætla bara að segja ég ætla bara að hrósa Heiðu og þeim sem hafa verið í stjórnmálinu Reykjavíkurborg. Ég hef nú mikið í lafstæði en ég ætla líka að hrósa. Þú veist, mér finnst mjög gaman að sjá myndir Reykjavíkurborg í dag þegar fólk segir sko mannlíf, fólk að setja að borða, að drekka og svona og þannig getur verið bílastæði, skilur. Þú veist, þetta er geggjað og bara vel gert hjá Degi og Samfylkingunni og öllum. Sko, við erum komin í rekstur Reykjavíkurborgar. Er það dænót eða? Já, það eru dænótmenn. Þeir græðu með jólin. Gjafabrum í jólagjöf. Já, geðu upplifun í gjöf. Núna eru útskriftir bráðum og það er ammæli og ég ammæli bráðum. Fermingar í mars og að gera vera búin að kaupa gjafabrum fyrir þær. Svo náttúrulega líka bara hægt að panta að borða dænót, sko. Já, það er bara þannig. Ein almenn spurning, á hann við byrjum að kannski ekki að kafa á hann í fjármál borgarinnar, klukkan orðið margt og Heiða þarf að fara að sofa bráðum. Við líka. Að borða. Að borða. Fólki votnið þurfti. Sko nú eru Reykjavíkurborg dálítið svona, ekki monta sig, en svona, þú veist, það er náttúrulega afgangur sem er bara frábært. En ég velti fyrir mér, sko, er ekki lykilatriði og ætlar að skoða fjármál borgarinnar, horfa frekar í hvernig kostnaður er að þróast, frekar heldur en tekjurnar, af því þið getið verið að hækka skatta eða þið getið hækka arðgreiðslurnar frá Orkuveituna, hvernig sem er kostnaðarliðurinn að hækka 7,6% milli ára, tekjur aukast 10,2%, væri ekki skemmtilega allavega að hagræða þannig að kostnaðurinn væri allavega að standa í stað eða ekki haldið í verðbólgu frekar en að tekjurnar séu aukast eða hvað? Já, ég held að sko kostnaðurinn er sko hlutfallslega launakostnaðurinn er að lækka milli ára, þannig að það er nú einn af þeim kennitölum sem við horfum á. Kostnaðurinn auðvitað eykst þegar við opnum nýjan skóla, byggjum nýtt hverfi, opnum sundlaug, og kostnaðurinn eykst, rekstrakostnaðurinn eykst við hvert nýtt hverja nýja starfstöð og ég menna við höfum sannlega verið að opna nýja leikskóla og við höfum verið, en við höfum samt svona náð að halda, finnst mér, þessi síðustu 2 ár, svolítið bara betur utan það, við erum með svona ráðningarýni og pössum upp á ráðningarnar. Var ekki eitthvað ráðningabann á tímabili? Já, svona rýni, það er aldrei gagnlegt að banna, En var ekki, máttu ekki ráða óþörfið eitthvað? Já, það er að fara svona, þannig þú ert ekki ráðið í einhver nýstörf sem ekki búið að rýna þurfi. En ef einhver hættir á leikskóla, þá er alveg að ráða fyrir hann. Það er svolítið mikilvægt. En við höfum líka verið að taka á okkur ákveðin svona verkefni fyrir önnur sveitarfélög og fyrir ríkið. Þannig að stundum þegar að vera að bera saman rekstrakostnaði, ef ég tykkt þess bara nú er ég lengi formaður velferðarráðs, það verið að taka félagsþjónustuna, deila niður á einstaklingar Reykjavík, ég meina við erum að nota hlutfallslega meira þar en við erum líka að veita miklu meiri þjónustu og stundum líka fyrir fjármagn sem við síðan fáum frá ríkinu og ég meina tekjurnar okkar jökust hellinga því að ég sem formaður sambandsins náði bara góðum samningum við ríkjum við sem fáum ekki 12-15 miljardum meira frá ríkinu, sveitarfélögunni heild út af málum frá hvatlasfólks heldur en áður og Reykjavíkurborg það þar líklega einhverju 4 miljardum meira heldur við fengum áður í tekjur til þess að geta aukið þjónustu við fatlað fólk og þá eykst náttúrulega bæði tekjur og gjöld. Ég held að það sé jákvætt af því ég held að sko við erum ekki að veita of mikla þjónustu og ég hef aldrei hitt neitt reikning sem segir bara ekki þjónusta mér svona mikið, bara plís, nennir að hætta þig. Minni þjónusta. Já, það er aldrei neitt, en auðvitað þurfum við alltaf síðan að ákveða hvað er það sem er mikilvægt. Men við höfum tekið að okkur til dæmis, kannski ekki endilega samkvæmt einhverjum óskum, en til dæmis eins og þjónusta við heimilislaust fólk. Við fórum í að byggja það upp, við erum að nota milljarða í að þjónusta þann mikið veika hóp, bara félagslega illa stattur og margir hreinlega veikir. Við fáum kannski ekki tekjur alltaf þar á móti, við fáum einhvern pínulítið hluta tekjum, en við veljum samt að gera það af því að einhver þarf að gera það. Já. Núna erum við búin að ná því að ríkið er að fara að byggja núna húsnæði fyrir fólk sem er bara hreinlega hættulegt sér og öðrum. Ekki endilega sami hópur, ekki öllu leyti, en örlítil hluti af þeim sem hafa verið þarna, sem að hafa einhvern veginn verið í samfélaginu. Við höfum verið að reyna þjónustar sem að ekki hefur gengið nægilega vel og nú ætla ríkið að taka það. Það er gríðarlega mikilvægt. Þetta er svolítið hlutverk höfuðborga. Allra veikasta fólki okkar sem þarf að vera nálægt Landspítalanum, það kemur til Reykjavíkur og við erum að þjónusta það.
það er alveg mörgur eitthvað skiljanlegt og og mér finnst við sem höfuborg eigum líka bara að vera svolítið stolt af því. Ég meina, við erum höfuborg allar landsmanna, ef að þú þarft á því að halda að vera nált landsspítalanum sem spítalan okkar allra, þá bara þú velkomin og þó þú kostir meira heldur en einhver annars, þá erum við saman í þessu samfélagi. Ég held að borgarbúar séu almennt bara sáttir við það og viljið það. En þá þetta getur ekki tekist krónutölu félagsþjónustu deilt niður á hausinn og síðan bórið saman með eitthvað sveitafélag sem ekki með þannig aðstöðu og ég meina það heldur þá kannski ekki endilega löstur fyrir það sveitafélag og ekki fyrir okkur heldur. Einhvers staðar þarf þetta að gerast. Reykjavíkurborg hefur tekið bara mikið leiðandi hlutverk, sérstaklega hvað varðar félagsþjónustu. Ég meina grunnskólana, við erum mjög leiðandi í því. Ég meina menntamálaráðuneytið vinnur með Reykjavíkurborg í nánast allri framþróun í grunnskóla þróun. Og við erum bara mjög stolt af því, við erum að leggja það til, ég meina við erum hluti af, hjá okkur býr þriðjungur landsmanna, ég meina það er bara hlutur borgar og höfuborgar að vera alltaf stór og bjóða svolítið upp á sig og ég er mjög stoltur reikningur af því. Mér finnst það flott og við erum með mikla menningu, við erum með borgarleikhúsið og við eigum helminginn á Hörpunni og við erum að styrkja alls konar æfingarhúsnæði og tónleikastaði og bara ég vil ekki að fara að nefna þetta allt því þá fyrir skilningun út undan og það væri hræðilegt. Þetta skiptir máli, það er ekkert öll sveitafélög sem gera það. En það er svolítið hlutur höfuborgar að bjóða og vera svolítið heimili vagga mannlífs. Já, klart. Þetta er alveg rétt og þú nefnir allir þessi þættir, ég held eins og þú segir, ég held að flestir borgarbúar og allir bara landsmenn taki undir það sé frábært að þeir sé að standa með þessu fólki. En ég veldi fyrir mig ekki bara alltaf mikil yfirbygging í Reykjavík og ég hef mikið talað náttúrulega sorry í þessi stofnun, hún fær alltaf að nefna mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur, það er ekki svona í Kópavogi og það er ekki brot á mínum mannréttindum. Til dæmis, ég er meira kannski að tala um að þetta sé að það kannski kötta okkur svona dæmi. Já. Eitthvað skrifstofafólk? Já, mér finnst alltaf að við eigum að vera í rýni með alla starfsemi og við eigum alltaf að vera að skoða hvort við getum skipulagt okkur betur og við eigum aldrei að láta starfsemi einhvern veginn bara ef maður heldur einhvern veginn að nú er þetta komið. Ég held að það sé aldrei þannig. Þetta er bara svona eins og þú í lífinu að þú sest bara niður í sófánu og bara, nú er ég fullkomin. Nú ætla ég bara ekkert að vinna meira í læra neitt nýtt. Það væri einhvern veginn ekki gott held ég og ég meina við erum alltaf að breyta okkur. Ég meina og eitt af mínu fyrstu verkum var okkar að fara í skipulagsbreytingar. Ég meina ég flutti af skrifstofu og borgarstjóra 10 stöðugildi bara út á umhverfis- og skipulagssvið til þess að setja þau beint í vinnuna við að þjónusta þá sem er að byggja upp og íbúa sem eru að breyta húsnæðinu af því að það var ákveðin akkilesarhæll þar. Mannréttindaskrifstofan, við erum búin að minnka hana, við tókum öll lýðræðismálin, þetta búið að vera viðkvæmt, ég meina við fórum ákveðum að hvíla eins íbúðaráðin að flytja umsjónuna með þessum lýðræðismálum á þjónustu og nýsköpunarsvið. Hvort það ganga lengra, ég meina það er alltaf einhver skoðun eitthvað svona, en ég held að sé samt mikilvægt að höfuborgin okkar vinni að mannréttindum og ég meina það er engin annars sem gerir það. Það er engin, það er mannréttindastofnunin sem ríkið var að setja fót, ég held að sé eitt starfsmaður þar og ég meina hann er ekki að fara við erum aktíft að vinna í því, þarna er starfsfólk sem að fyrir að tala við múslima, fyrir að tala við gyðinga, hittir þetta fólk, er að hlusta, er að læra, fyrir að tala við mismunandi hópa samfélagsins, ég meina við erum með fullt af sjálfboðaliðum, fólki sem að býr í Reykjavík, sem talar önnu tungumál og tilherir einhverjum menningarhópum sem að við þekkjum ekki. Þetta er auðvitað hluti af því að við bara búum í borg þar sem allir upplifa þeir séu heyrðir og séðir og þeir hafa eitthvað til málun að leggja og við þurfum að kynna fyrir þeim hvernig við vinnum. Ég meina, ég var bara daginn að reyna að útskýra fyrir fólki íþróttafélög á Íslandi. Það er pælt eitthvað íþróttamenningin hér er spes. Já, er það ekki bara frábær? Jú, en ég meina að þú kemur frá einhverju landi þar sem að íþróttafélög eru í eigu einhverja ólígarka eitthvað og þú heldur að það sé bara einhver spillingafyrirtæki og svo ertu bara beðin að koma að vinna í einhverju sjoppu og þú ert bara eitthvað nei, eða þú veist, bara útskýra þetta sé svona félög sem allir geti gengi og allir í íþróttafélagi saman þetta er alveg, við þurfum einhvern veginn að útskýra að því við getum ekki bara allast þegar fólk flytinga og skilja okkur, því að við erum búin að búið til alls konar sem að öðrum fyrirskriði, alveg eins og okkur fyrirskriðið flytjum hana, þannig að ég held að mörguleiti að þetta sé sko mikilvæg starfsemi en hvar hún er heima og hvort það þurfi að vera sérskriðstofa, ég ætla bara ekki, ég er alltaf opin fyrir að breyta öllu. Þetta var bara smá tips. Já, veistu það, ég held að stjórnmálamenn, já, þetta er náttúrulega ekki mikil peningur, sko.
þetta eru bara einhverjar 100 milljónir eða eitthvað slíkt, þetta er ekki í stóra samhengi borgarana. Nei, en ég náttúrulega að tala bara almennt svona, hvað, þið einbyttið ykkur eitthvað core business, en Þetta eru auðvitað svolítið core business, mannréttindi. Mannréttindi fólks eru auðvitað core business, mér að mannréttindi eru grundvöldið þess að samfélagi okkar sé gott, að allir njóti sömu mannréttinda og allir fá upplýsingar og fólk upplifir sig þáttakundur í samfélaginu. Það eru svolítið mannréttindi og jaðarsetningu þetta bara af henni leiðir ofbeldi og af henni leiðir meiri óhamingja og þú veit, við viljum ekki fara þangað, þannig ég held að það sé mikilvægt að við sem að vinna í þessu. Kannski þetta líka í öðrum sveitafélögum, það bara þau eru minni og þau eru ekki einhverja sér skrifstofu en eflust einhverjir starfsmenn þar líka með það hlutverk að heyra. Ég veit að Reykjanesbær er að gera þetta frábælega, þeir eru búin að búa til alls konar svona spjöld með upplýsingum og þeir eru að, þannig ég held að flestir sé að vinna í þessu, það er bara spurning hvernig skipulag er. Mannréttindi nefndi ég bara eina stofnun sem dæmi. Einmitt og fjölmenning líka auðvitað náttúrulega mjög mikilvægt að einlega hann á rétta máta, en ég held samt, Birgir, ég er alveg saman á því, ég held að ég hef verið hvað spenntastur fyrir því að spyrja þig að þessu heiða, er varðar þessa meintu yfirbyggingu og hvort að við séum mögulega að fjölga stöðugildum og það er líka að tala alltaf það með því að okkur fer fram í tækni, við erum með meiri tækni og það eigur framleiðni og ætti kannski að skapa rými fyrir því að auka hagkvæmni og annað, að þá fækka í einhverjum tilfellum stöðugildum, en manni finnst leiðilegt að nota orðið báknið, en borgin hefur verið að stækka og verða umsvega meiri með hverju árunu. Hefur áhyggjur af þeirri þróun og þú ert búin að nefna það eins og segir að þessu verkefni er aldrei ólokið, en ég veit ekki, maður spyr sér bara uppsagnir, er það orð sem er það eins og Voldemort í Harry Potter? Orðið sem við nefnum ekki mann af. Já, nei, alls ekki sko. Það er ekkit mark með að segja fólki. Nei. En stundum í skipulagsbreytingum þá er það þannig. Og ég meina, við hefum þurft að gera það núna. Það hefur líka verið sársaukafullt fyrir marga að upplifa það. En það er bara sluta því þegar þú ferð í skipulagsbreytingar að þá breytast staðir og breytast hlutir og stundum er fólk ekki þá áfram starfandi þar. Mér finnst bara mikilvægt að við séum alltaf að endurskoða okkur og við séum alltaf í þessari rýni með hvernig gerum við þetta best og hvernig getum við bara þjónusta meira fyrir sama fjármagn. Og ég meina við gerum það og ég get bara tekið dæmi. Við fórum þegar ég var formaður velferðarráðs sjálfur reynsla af því að ég á langveikt barn sem að þurfti bara mikla þjónustu bæði grunnskóla og frá velferðarkerfinu. Að þegar ég var formaður velferðarráðs þá bara lagði ég á það alla áherslu að þessi tvö svið mættu fjölskyldum saman en ekki sitt í hverju lagi. Það var óbúslega tvíverknaður og þú þurftir annars vera að tala við skóla hlutan og hins vegar velferðarhlutan og þú þurftir einhvern veginn að bera á milli þessar að tveggja skrifstofa hjá borginni einhver skilabóð sem foreldri sem ég gat alveg gert sem foreldri míns barns en örugglega einhver aðri foreldrar í einhver annar stöðu kannski ekki og þetta einfaldaði mjög mikið. Núna erum við komið með þetta, við kallaðum þetta verkefni betri borg fyrir börn. Þetta er komið út í hverfin, þið fóru að virka ótrúlega vel og við getum þjónusta fleiri börn fyrir sama fjármagn. Þannig að svona þurfum við alltaf að vera að hugsa hvernig getum við einfalda og það eru í öllum svona stórum fyrirtækjum. Það er alltaf hætt á því að það verði til múrar. Og við erum alltaf, þetta er bara eitt af sem maður lærir í viðskiptafræði. Það bara, maður þarf alltaf að vera endurskoða því að manniskan er svona, við erum alltaf að leita þægilegustu leiðinni og það þarf alltaf að vera öðru okkur svo við séum að þróast áfram. Og ég meina, ef þú ert bara einhverstaðar að vinna og ég meina, er ekki alltaf að vera að tala um að fólk sem er í vinninu og er í rauninni ekki að gera neitt en þið þykja það næs. Við þurfum alltaf að koma í veg fyrir að við endum þannig. Og þú gerir það með því að vera alltaf með eitthvað spennandi, vera alltaf að prófa eitthvað nýtt, vera alltaf að skoða árangur, skoða tölur, meta afgreiðsluhraða. Ég meina við fórum þegar við settum til dæmis þeir sem er að sækja fjárhagsaðstoð sem er þá fólk sem bara þarf neyðaraðstoð til þess að geta framleitt sér. Ég held að þegar við byrjum að skoða það þurfti að fara í einhverja 8 hendur áður en við fékkst það. Með því að einhvern veginn skoða af hverju þarf þessi af hverju þarf þessi skoða þetta áður en það fyrir hingað. Það var að stundu bara út af því að það hafði einhvern veginn verið þannig. Af því að það var alls konar svona hlutir. Maður þurfi alltaf að vera að skoða þetta og maður getur sjálfur verið partur af svona. Hafði ekki einhvern veginn lent í því. Maður hefur verið í einhverju og svo bara allt í einu bara af hverju ger ég þetta svona? Það frægs af einhverju konu sem að sagði alltaf eitthvað læri í sundur og
vissi aldrei út af hverju og það var bara því mamma hafði verið með lítinn op og kom ekki heilu laglegin eða skiljið, það allt svona hluti sem var alltaf bara auka vinna og vesan. Ég hugsa líka ég ætla bara að segja, ég hugsa alltaf þegar við erum að fá svona pólitíkus og ég tala ekki borgarstjóra í viðtal bara hvað þetta örugglega erfitt starf sko, þegar vilja allir fá allt og það allir samt ósáttir og hvað, þannig að þú færð okkar bestu saman segir sko. Mér finnst erfiðarast að segja nei við fólk sem vil hitta mig, það vilja svo ótrúlega margir hitta borgarstjóra sem er alveg sjúklega skemmtilegt og mér finnst það mjög erfitt, þannig ég bara ég þarf vel að fá fleiri ár bara til að geta hitt fleira fólk. Já, muni það við kjörkassan. Eitt annað, því að við erum talað rekstur Reykjavíkurborgar og eitt sem að ég hjó sérstaklega eftir, ekkert endilega undirbúning við þáttan, ég bara tekið eftir þessu. Sko, ég heyrði þessari tölu slengt fram að 800 manns á dag sem starfa fyrir Reykjavíkurborg hringja sig inn veika og veikindahlutfallið sé ekki að slá í 10% en 7-8% samborið við þetta sé 2-3% í einkageirunum. Einar Þorsteinsson var alltaf alveg einstaklega vinsæll þegar hann adressaði þetta á einhverju ráðstefnu þann daginn. Hann var klappaður upp marga vikur. Já, elskar að kennurum eftir þetta. Þetta, sko, ég veit að þú... Það var nú annað sem hann sagði. Það var ekki þetta. Eitthvað svona. En sko, ég er ekki að biðja þeim að lesa þetta hérna, en þetta eru þetta talandi rekstur Reykjavíkurborgar, þetta er náttúrulega risadæmi. Já, þetta er risadæmi, sko, þetta er alveg milljarðar kostnað, þannig eru stóra tölur, sko, talandi það, auðvitað ég alltaf sko litlu töluna líka, sko, ég er ekki að segja það, en hérna... Hvernig leysum við svona? Sko, við erum búin að vera í vinnu með þetta núna og við erum að skoða þetta og fólum, sko, stjóranum okkar að reyna að greina bara hvað getum við gert. Þú veist, að því það eru þetta merkjum eitthvað sem er ekki gott ef fólk er veikt í vinnunni hjá þér. Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað sem þú verður að taka alvarlega og óháð kostnaði, skiljum líka, klart. Bara út frá bara hamingju starfsfólksins og heilsu. Og við settum inn núna með fjárhagsáætlun svona 2 bara beinar aðgerðir til þess að ná þessu niður. Og við munum bara fylgjast með því hvernig það gengur. En það er þá líka, það er teymi sem fyrir inn og styrki stjórnundur í að taka á veikindum. Það er bara sterkir stjórnundur, ég veit að það er ekki tísku kannski að tala sterkar stjórnundur, þeir eru skiptir rosalega miklu máli og þeir eru bara með fyllta starfsfólki oft og þurfa að mæta sínum starfsmönnum bara ákveðni festu og eftir ákveðnum leiðum til þess að styrkja og koma það í veg fyrir mögulega veikindi og svo erum við líka að setja á þá meira teimi til þess að styðja við starfsfólk sem upplifir þá einhverja, ég meina stundum er þetta, við sáum til dæmis bara í starfsmannakönnun að þú veist það voru margir sem voru að upplifa einelti á vinnustað, ég meina það er gríðarlega hættulegt fyrir heilsuna þína, svona eitthvað áreiti, ég meina mikið frá þá skjólstæðingum eða íbúum eða, þú veist við þurfum að verja starfsfólki okkar fyrir því. Þetta er bara hluti sem við erum að skoða og ætlum að taka bara að festu. Þannig við settum inn 2 aðgerðir núna þótt við varum að reyna að forgangsraða börnin en ég meina ef starfsfólki okkar skiptir okkur ekki máli, ég meina hvernig ætlum við að þjónusta alla ef starfsfólkinu okkar líður ekki vel og ég meina að koma í veg fyrir einelti og áreiti lítur að vera bara einhvern veginn skylda fyrirtækis að verja starfsfólki sitt fyrir því. Þannig að ég vona að við náum, við erum kannski svona að mörguleita á svipuðum stað og Landspítalinn. Heldur það sé meira einelti og áreiti hjá Reykjavíkurborg en í einkageirunum? Já, ég held það. Hvernig stendur á því? Ég held sko við erum að þjónusta fólk svo náið. Við erum svo nálegt fólki, við erum að fara inn á heimilið þeirra. Við erum að taka litlu börnin, við erum að fara inn á heimili, við erum að resta og við erum að styðja því í starfi, við erum að fara út, við erum svo nálegt og oft er starfsfólki okkar það er ekkert margir saman. Þessi öðruvísi ef þú ferðin í einkagerann og ferðin á skrifstofu til þín og ræðir eitthvað. Þetta er, þú veist, fólkið okkar er útsettara. Síðan auðvitað, þegar það er oft ekki tala fallega einhverja staði og þá auðvitað gefur það líka svona ákveði leyfi til þess að kannski til þess að vera svolítið minnskettur þannig að það við tölum fallega Reykjavík skiptir líka máli fyrir starfsfólkið þannig að það upplifir líka bara stolt af vinnustafnum sínum og aðrir kannski þá bera meiri virðingu fyrir þeim. Þetta er bara hlutir af því sem við erum að skoða en við erum svona fyrst og fremst núna að fara inn í bara einhvern veginn styrkja stjórnendur og styrkja það starfsfólk sem að upplifa að það sé ekki fá ekki nægan stuðning í starfi eða það sé að verða fyrir einhverju óbeldi sem að einelti er auðvitað óbeldi. Já, klart. Og getur bara verið mjög skaðlegt og svona áreiti sem fara að viðgangast, hvort sem það er að hendi
samstarfsmanns eða viðskiptavinnar eða hvaðan það er líka skaðleg tilsvunni. Maður bara finnur það ef maður með einhverja brjála á bakkinu, það alveg áhrif á mann. Ég var alveg lengst af því, það er mjög óþægilegt, sko. Þú veist, og ég vil ekkert að starfsfólki mitt þurfa að upplifa það. Nei, Leifur, kannski þurfum við tveir að hendi svona könnum fyrir okkur vinnastöð. Ég kannski geti lent í þessu svona, það ekki. Nei, þetta er bara vel svarað Heiðu og ég sammálinni og gott að þessi vera að taka til þessi málum, vonandi gengur vel, það voru gaman að fylgjast með því. Og innivistin eru auðvitað líka, hluti af þessu, þannig ég segi það. Ég meina auðvitað, ef með fólki ekki góðs húsnæði, þá auðvitað. Þannig við erum líka klárlega að taka því. Herri, til að slúta rektur Reykjavíkurborgar, maður sem við tölum of sjaldan Einar Þorsteinsson. Þegar hann kom hingað í þáttinn, hann talaði bara, hún bara svima, hann fekk bara aðsvið þegar hann sá hvers konar fjárhagur var hjá Reykjavíkurborg og talaði bara hann að vera að taka við ótrúlegu erfiðu búið, þetta var miklu erfiðar hann bjóst við og annað. Maður velti fyrir sig, var hann ekki búin að kynna sér þetta áður en hann mætti í starfið, skilur Einar einhverju leyti, staðan svona slæm? Dagur B hefur talað til dæmis að þetta væri áróður hjá Slagsig, til dæmis Sjálfstæðisflokksins var að þetta væri ekki svona slæm staða, en þá kannski spyrja menn sig af hverju þá ekki meira áhuga skuldabréfaútboðum og annað og þú veist, hvernig staðan í raun og veru? Hvernig horfir þetta við þér? Staðan núna bara býsna góð, ég meina þetta traustur rekstur Reykjavíkurborgar, ég meina skulda hlutfalli okkar undir 80% og ég meina við erum með veltu fyrir rekstri yfir 7,5%, ég meina við erum að sýna sterkan rekstur sem að skipti máli, þannig að eigir fyrir útgjöldum og það þarf enginn að velkjast í vafa það og við þetta gríðarlega eignir Reykvíkingar. Ég held að fólk gleymir oft þegar það er að tala skuldir að taka eignir á móti og við ótrúlega mikið og verðmætt eignasafn, hvort sem það er í húsnæði eða listaverkum eða Þannig að borgin stendur vel. Það sem gerðist þarna fyrsta árið sem að Einar var, sem enginn hafði í rauninni áætlað fyrir, það var þegar vextirnir fóru svona upp á verðbólgan. Og meina það, sá sem hefði bara getað séð það fyrir, hefði alveg orðið ríkur, Þannig að það var auðvitað, það kom okkur öllum óvart og ég meina þetta var erfitt ár, bara tek alveg undir það og ég meina það tengist engum stjórnmálaflokk sérstaklega. Ég meina ríkið, þetta hafði sömu áhrif þar. Ég meina ríkissjóður og ársreikningur ríkisins var bara, ég meina þetta var, og fyrirtækja, ég meina þetta var bara erfitt ár fyrir alla sem eru að reka eitthvað og ég meina enginn okkur kannski algjörlega sá fyrir þessi áhrif, ég meina Úkraínustríðið, COVID, meina áhrifin sem þetta hafði voru ekki jákvæð og við vorum bara að sleggja hennar Kristrún á virki og hún á að bara ljúka þessu tímabili en auðvitað finnir maður fyrir því þegar vextir eru hærri að það er erfiðara fyrir fólk að fjárfesta og það er dýrara, fjármagnið er dýrara og ég menn þetta er auðvitað flóknari tími en þetta er Reykjavíkurborg, þetta er svo stöndugt og gott fyrirtæki en maður horfir bara á Reykjavíkurborg sem fyrirtæki sem ég reyni nú að gera almennt ekki en í rekstrarlegu samhengi, þetta er stöndugt og gott fyrirtæki og ég held að myndi flestir vilja sjá svona rekstur hjá sér. Veistu, okkur það var þá ekki meira áhuga á skuldabréfaútboði? Okkur er gengið bara býsna vel núna að fjármagna, já. Það þurfti bara að fá Einar út. Ég er að vanda mig svo mikið að tala ekki hann en ég er að reyna það en þú ert að reyna að fá mig til það ég held bara að hann hef ekki vitað hvað hann var að fara úti þegar hann bauðst sig fram, ég held að hann hef ekki starfaður við rekstur og ég held að þetta hafi komið honum óvart hvað þetta var flókið og umfórsmikið og ég held að það sé líka gríðarlega mikilvægt þegar þú ert að bjóða þig fram til þess að vera fulltrúi almennings í rekstri og í framtíðarsýn og einhvern veginn að tryggja að samfélagi sé að svara þörfum notenda. Það er bara gríðarlega mikilvægt að vera alveg alltaf klára við það er hlutverkið þitt. Af því að ef að við værum bara að ráða fólk til starfa, þá myndum við bara leita öðruvísi einstaklega. Við erum fulltrúar almennings. Við þurfum að tala við fólk. Við þurfum að leita þessum, svona að fólk getur, hvað er það sem flestir eru sáttir við? Hvert er okkar hlutverk? Ég meina, okkar hlutverk er ekki að vera sérfræðingar í einhverjum fastegna viðskiptum eða það eru aðrir sem getur verið sérfræðingar í því en við erum að vera sérfræðingar í að finna út hvað er það sem að fólki þarf, hvað er það sem fólki vill er virkilega Reykjavíkurborg að stefna í rétta átt með það sem fólki okkar vill og það er bara ótrúlega merkilegt hlutverk en síðan erum við bara með frábært fólk sem er á fjármálasviðinu
og ég held að Dagur hafa kannski mögulega farið alltaf mögulega vörð fyrir það, því það þetta fólk sem myndi aldrei falsa reikning, skilju. Nei. Þetta bara fólk, heyra heiður og bara falsa einhver ársýklinga að láta eitthvað líta betur og ég bara, ég lofar því, það ekki gert. Nei. Og ég held að mögulega einhverjir fyrir borgarstjórar hefur það mögulega bara líka bara láti gera það ef þeir getu það, sko. Nefni engin nöfn. Nei. En það ekkert, við höfum ég nefndi bílastæðarsjóð og svona, við erum ekki með puttana inn í svona hlutum. Nei. Við erum fulltrúar almenningsstjórna, við komum að og við erum að setja stefnur og fylgjast með og eigum þetta að vera sjá til þess að það sé alltaf vera endurskoða kerfið og þetta verði ekki það verði engin svona afkimar af Reykjavíkurborg sem enginn sértir eða enginn sér, menn það okkar hlutverk og passa þetta reksturinn og þessar hlutvöll og svona. Við, væna þetta fína starfsfólkarnir eitthvað mokkibi, ég menna það gengur ekki upp, sko. Geðum ekkert verið það? Nei, það bara, mér finnst það ósældjart okkar þeim og ég menna við þurfum að geta fengið gott starfsfólk. Það rosa mikilvægt fyrir okkur og við tölum niður starfsfólk Reykjavíkurborgar, þá ekki kannski besta starfsfólki sem kemur þangað og það skiptir okkur öll mjög miklu máli að við fáum besta starfsfólki. Klart. Ekki spurningi að við erum ekki alveg búin að kveðja Einar í Einars þættinum. Þið erum alveg með hann. Einar, kom þinn. Við ætlum að spila myndskinn. En Orka náttúrunnar eru auðvitað með hraðhleðslustöðvar út víða Reykjavík. Já. Og allir á rafmagnsbíl í Guðanabænum. Já, og ef þú ert ekki með hraðhleðslustöð bara heima hjá þér, þá getur annarkvort látið óðan kippa því í liðin eða farið á næstu hraðhleðslustöð. Já, hver var hleðslu? Já, og fyrir fyrirtæki sem er að leita hleðslustöðum, hvert svarið? On. Bara árið, það er on og en og svo er það happadreyfur sem að ég myndi segja að væri besta leiðin til þess að stekka dreifusarmi. Hvað ert þú í enska boltanum með það? Góð spurning. Geggjum spurning, sko. Já. Sko, svona minn spurði mig þessu og þá bara, ég sagði Sheffield United, Wednesday. Já, svo vissi ég það ekki. Þannig ég ekki alveg viss. En þú ert Sheffield, kona. Það er alltaf Sheffield. Já, ákvað bara að velja einhvern svona verkamannabæ sem að, hún líka gæti fengið þannig treyju. Já, ég þarf þá að ákveða hvort það er ekki áður. Já. Nei, ég er ekki mikið í boltanum, sko. Svona minn heldur með Arsenal og maðurinn minn með Liverpool og ég reyna að vera bara pínu ána ef að þeirra liði vinna. Sjálfstæður sonuðin, já, hann er mjög sjálfstæður, sko. Hann var mjög hissa á þessu Sheffield-vali, sko. Ég veit ekki alveg hvernig þetta í hug heldur. Það er alltaf Sheffield. En ég var búin að lesa einhverja bók eitthvað svona mjög erfið ár hjá einhverju verkamönnum hann og ég sagði þetta geti örugglega verið bara fyrir mig. Mjög skemmtilegt. Sheffield, það er einhver Sheffield-treyjur hann í happadreifum. Já, ég þarf að tjekka á þessu. Og að lokum er það Sjöstrand. Já. Sjöstrand kaffi, þetta ótrúlega gott. Það er rétt að vona að það sé Borgarhúsinu? Já, í Ráðhúsinu, já, ég ætla að segja Borgartún 25, það sem ég verið á daginn og ég get alveg sagt þér það, þar erum við með Sjöstrand kaffi. Alveg svoleiðis fjöldan allar af típum og koffínlaust og þá erum við matcha og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að fyrir það vinnustæði sem er ekki með þetta, græja það því að starfsandinn, tvennt sem skiptir máli þar, það er annars vegar maturinn eins og heiða þekkir sem góður stjórnandi og hins vegar kaffið. Þú vilt ekki þurfa að senda starfsfólkið út að ná eitthvað gott kaffi. Háðu það bara vinnust. Akkurat. Snýst það. Hárrétt. En aftur að Einari í Einars þættinum. Sko, mér langar svo að snerta á þessu ef við verðum að gera það, sko. Þetta plott. Gæsalegt brófnast, þetta plott, sko. Sem er ástæðan fyrir að heiða borgarstjóri í dag. Ef við förum aðeins yfir þessi atburðarás sem átti sér staðið fyrir árum síðan þegar Einar Þorsteinsson ákvað að stilla þáverandi borgarmeirihluta á milli Framsóknar, Viðreisnar, Samfó og Pírata. Gætur farið aðeins yfir þessi atburðarás með okkur og hvort það hefur kannski komið þér og ykkur og óvart að Einar hefði ákveðið að slíta þessu? Já, það komur auðvitað bara verulega óvart að hann skildi slíta þessu. Var ekkert sem að því að það er svo gott í þessi með því ég meina oft langað að spyrja það þessu. Var ekkert sem að því að ég horfði svo að viðtöl við þegar það var búið að gerast. Mér fannst þú einmitt vera bara svona eins og þú trúðir sér eða þetta væri bara svo, fjarrið er að væri að pæla í ykkur svona. Já, bara þetta kom mér algjörlega opnu skjöldu. Bara ég get bara alveg fullyrt það og ég meina þetta var það var vetrarhátíð, hann búið okkur á fund og það var svona dimm tónlist úti eitthvað svona fjólublá ljós og ég var bara svona stundum fær maður tilfinningur í lífinu sína að maður sé að leika bíómynd þannig var ég bara samfærið þetta var eins og eitthvað nei ég segi svona, þetta var óbóðslega skrítið og bara
algjörlega Ekkert búið að gerast eða Nei, ekkert sérstakt búið að gerast og ekkert bara og engin umræða sko þú veist nú finnst mér þetta ekki ganga nógu vel gætum við gert þetta eða ég ekki alveg ánægður í þessu samstarfi var þetta að skoða þessa hlut eða skiljur eitthvað svona bara Þetta var ekki eitthvað eitt mál sem að þið voru bara ósammála og voru að rífast eitthvað Nei, og þetta voru við ekkert alltaf sammála allt, það bara eðlilegt ég meina, ég ekki sammála, ég ekki alltaf sammála degi heldur, ég meina, það bara eðlilegt ég meina, þú hans minn flokksfélagi og hvað þú fólk í rauðum flokkum, ég meina, það bara eðlastiltur í heimi, sko mér fannst þetta samstarfganga ágætlega, sko ég var svona, kannski eina af þeim sem var í meiri hlutunum sem var alltaf svona pína að bera blaka á honum og bara, hann þarf nú að fá smá tíma til að ná þessu og þetta nú flókið og svona gefa honum smá svona breyk og svona þannig að þetta komið mjög óvart en hann valdi þetta ég held að það veri bara mjög misráði hjá honum að gera það og ég held að það veri unni bara gert út af því hans pólitíska feril því ég sé ekki að einhver treysti manneski sem að gera svona ég allavega ætti mjög erfitt með það að treysta honum aftur fyrir einhverju vegna þess að já þetta bara, mér finnst þetta ekki heiðarlegt og ekki, þú veist, og í rauninni stjórnmálin ganga svo mikið út af heiðarleika þú getur í rauninni ekkert gert annað en að þegar þú mynda meira hluta, það heiðarleikin sem skiptir máli Hefði hann ekki geta sko sagt bara Heiða, þú ert fórsetið borgarstjóndar ekki þarna Formaður borgarráðs hefði hann ekki geta sagt bara ég ekki alveg nú sáttur, ég verði eiginlega að fá þetta og þetta eða gera þetta svona og svona annars verði ég eitthvað svona eða? Sko mér myndi finnast það eðlilegt og ef maður hugsa bara eitthvað vinasamband sem bara við sem bestu vinir sem við erum eftir kvöldi já, sem við erum alltaf orðin bara og ég komi bara alltaf og segir, við langar aldrei að hitta aftur Nei, og sko, bara annar nýja besti vinur minn segir hérna frammi og við ætlum bara, ég er hætt með þér skilji, þetta alveg skrítið, ég ætla ekki eins og fyrir hjónaband skilji, þetta bara í öll svona samskiptum fólks það almennt viltu segja það sem að ég ekki sáttu við þetta, getum við gert það svona annars svona held ég að segja ekki menna já, þannig allavega held ég að fólk svona almennt komið fram en það gekk þetta ekki upp af því þetta var ekki undirbúið og þetta var ekki klókt og þetta kom ekki vel út og mér finnst einhvern veginn þegar við sérstaklega sem erum kosin, við erum manna 23 sem erum kosin af borgarbúum við eigum ekki að vera með versin sko það alveg nóg versin í borginni þó við séum ekki með versin skilji, ég meina bara við eigum að vera að leysa versin en ekki búa til og mér fannst við þarna bygguðu til svona óöryggi og þessi óróleiki og ég held að margir hafa fengið smá svona tráma eftir hérna kjörtímabilið þegar sjálfstæðisflokkurinn aftur völdum og þá eru tíðskipti, dagur var í 100 daga og svo Óli F og svo þess og Villi og svo Halna og eitthvað og ég hugsaði bara, ég tók bara mjög persónulega ábyrg mér finnst ég bara bera persónulega ábyrg á því að komið vekk frá það myndi endurtaka sig þetta er eitthvað svona kringlugahús sem að borgarbúar, ég meina, ef við muni eftir því fólk að fara að mótmálanir í ráðhúsi bara af því að, þú veist, borgarstjórnin virkaði ekki af því að fólki þar inni var að búti vesinn og ég meina sko, þetta var bara, þetta var lífsreynsla sem ég bara á með mér og Já, mér langar nefnilega aðeins að halda áfram. Sko, eina þess að ég framhaldi í meirihluta verið Framsókn, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Flokkur fólksins. Svo rífur Kristrún Frosta og Inga Sæland í tóli og kom með þau skilaboð. Þetta er það sem þetta er fylkisagan. Gárungarnir tala að kom með þau skilaboð, það kom ekki til greina að Flokkur fólksins vinni með Sjálfstæðisflokknum og komið samfó frá völdum. Sko, þú líklar þarna nýmætt heimtíðin til Hrannars, þins frábæns eiginmanns, bara að ég er að fara í stjórnarandstöðu þá var ekki margir dagar liðna þegar þú varst borgarstjóri eða byrjuði allavega að leiða meirihluta viðræðar aftur sko, hann hefur bara plottað yfir sig þarna eða eitthvað Ég held það sko, en þessi sagðum eitthvað Inga og Kristrún, þær eru náttúrulega ekki í borgarstjórn þeir sem að tala saman er fólki sem er í borgarstjórn það er alltaf fólki sem tala saman Vist, ég auðvitað hringi Kristrúnu þegar þetta gerist og upplýsi hana og á bara gott samtali við hana þetta og möguleiki stöðunni síðan er mér bara tilkynnt á því kvöldi og þau ætli að fara að tala saman og þá er það bara þannig En hvað breytist svo? Já, ég held bara, sko, ég meina það kemur ljós þarna á laugardagsmorgninum þá gefur Einar út einhverja yfirlýsingu það að hann gerir ráð fyrir að verða áfram borgarstjóri og þá kemur frá Viðreisn, bara alls ekki það var aldrei verið rætt þetta og ég held þetta gekk bara ekki upp Skiljur, og það er bara ekkert eitthvað flóknar en það þá þarf enga sérstaka plottara til að sjá það síðan var þetta einhver félagsfundur hjá Flokki fólksins þar sem fólk þar var ekkert spennt fyrir því að taka þátt í þessu og ég meina ég þurfti líka að sækja heimild hjá félögum mínum í samfylkingunni í Reykjavík fara fyrir
fulltrúarráðsfund sem svona formlegt og þú þarft að fá leyfi til þess að fara og mynda meirihluta. Þú veist, það ekki eitthvað ég sem geti gert það. Nei. Þannig að, og ég myndi líka fara fyrir slíkan fund ef ég var að slíta meirihluta. Heldur þetta að hafa verið panik hjá honum að því að var að meðlast í 3%? Mér finnst það mjög líklegt að það hafi verið panik hjá honum út á einhverju. Ég veit ekki hvert panikið var, en þetta var alltaf mjög paniklagt, illa undirbúið og fór algjörlega út í sandinn. Já. Og ég bara, en að mörguleiti er ég bara glöð eftir á að þetta slitnaði, því að mér finnst þessi meirihluti miklu betri og það eru meiri svona, og kannski líka bara af því að þetta var svona, það eru mikil heilindi í þessu samtali okkar á milli. Við þorum alveg að segja það sem við erum ekki sáttar við, það sem við erum ekki ánægðar með, ef einhver segir eitthvað sem okkur finnst ekki alveg svona að ræða við það. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og ég held að maður hafi líka lært að þessu, að einhvern veginn, svona gerir maður ekki. Nei, einmitt. Til að slúta þessum lið bara þarna, þegar Einar kom til okkar haustið einmitt með Hildi og spurði hann hvort að hafi einhvern veginn farið að súrna í samstarfinu eftir að við köllum hann ekki Dag B hérna, við köllum hann King Dag B eftir að Dag B fer og þú mætir inn sem er leiðtogi Samfylkingarinnar. Hvernig var samstarfið hjá ykkur Einari búið að vera? Bara mjög fínt Við vorum alltaf saman í stjórn sambandsins. Þannig að við Einari vorum í Evrópusamstarfi saman, þannig að við hefum nokkru sinnum farið saman til útlanda á fundi og við vorum að vinna saman í sambandinu meðalans því þegar við náðum í gegn gjaldfrjálsum skólamáltíðum. Þá var hann minn samherji í því inn í stjórn sambandsins þar sem sjálfstæðismenn voru gríðarlega ónægðir með það að gera svo vakt sitt í orða tekið. Þannig það búið að vera ágætt en ég meina Dagur var held ég, hvað var hann, 10 daga? Það var 10 dagar síðan hann hætti þegar Einar slíti meirihlutanum. Sama kvöld og í rauninni Pavel er að kveðja okkur þú veist, þetta er maður svona, ég held að þetta hafi svo sögurskynning gengur eiginlega ekki upp Nei, okay. Við vorum ekki búin að taka einustu stóru ákvörðun á þeim tíma, það var ekki eins og tilefni, það var ekki eins og búið að finna það sem hefði átt að þá að lend og ég sá einhverjum flugvöllin, ég menna það er engin ákvörðun flugvöllin tekin á þessum tíma og ekki enn, skiljur það er bara allt stopp í þeim málum Já, því miður þetta ég meina það Talandi landmaður Talandi land og talandi framtíð og allt þetta það er bara þannig og það er enginn sem er með einhverjar ránkugmyndur það bara flugvöllin er það sem við erum að vinna fyrst á stað núna er að losna þess að þyrlur og þotur og þetta stöðu og ónæði en ég mynda lands farþegaflugi og sjúkraflugi og landhelgisgæsla bara auðvitað, það bara meðan ekki finnst betur í staður, það er þetta þar og ég held að þessi enginn í borgarstjórn sem er eitthvað bara nei. Við erum bara mjög raunsætt fólk en við finnum eins og að hitti fara að trufla fólki mjög mikið, svona Þingoltunum, Vesturbænum, Kársnesið Kársnesið finnur eiginlega vest fyrir, ég bjóð þar eins það er bara allan dag algjörlega, og ég menna, þú veist, þetta er og nú er verið að þjætta þar mjög mikið, ég menna Kópavogur er að þjætta ekki síður en Reykjavíkurborg, og þá sem nú alltaf tala með því samhengi og þá eru öll sveitafélögin í rauninni að gera þetta því þetta er svona borgarskipulags pælingar og ég finn bara, það er miklu meiri órói þaðan líka núna, bara sérstaklega varðandi þennan, það er svo mikill hávaði og þetta er svona á öllum tímum sólarhrings og sérstaklega eins og þegar gósi var, þá var þetta bara hvernig stöðugt þannig að þetta er bara þar líkur þetta, en ég meina ég sá þetta einhvers staðar bollalagt, þetta hefur verið einhver ágreiningur í flugvöllin og ég vildi bara að við hefum verið að takast á einhverja spennandi tillögur það, þannig við getum verið með ágreining en það er alltaf einhvern veginn alltaf stopp og það er ekki nóg gott Við erum komin í, ég veit að við erum að fljúa út á tíma, ég er búin að lofa Heiðu hún kemist að borða heima á sér kl. 9 Ég er náttúrulega næringaráðgjafi, skiljur ég er að brjóta mínar eigin lífsreglur Það er bara þetta eina kvöld, en það eru bara aðsendarspurningar eftir, svo er ég með kaldastrið líka Þú ert með það, Þannig að þú voru að halda að vera að spila nú En við fengum, svo ég segi það svo margar riddaraspurningar og sumir eru harðir, sumir eru næs mikill áhugi, það er engin spurning og ég er með spaðan í báðum það vilja margir talaði borgarstjórn Þið eru með riddaralið svona við pössum Mjög gott Þannig að þið verður góður í prókjör, bara með svona hóp sem þið bara farið út og Við erum aldrei einir við erum með riddara sem er alveg gattharðir Nei, ég fer aldrei í pólitík bara láta grilla með svona Nei, þetta er bara skemmtilegt þetta er hins vegar, getur verið vanþakklátt starf en það er grjóthætt fólk til að sinna þessu og við tökum bara fyrir þitt fram en mér langar að spyrja þér núna, við erum að detta í riddarspurningarnar og áður en ég kem með þeim þá langar ég glemdi að hrósa þannig að maður verður að gera það líka hrósengur og Rafræn Reykjavík sniðugt sendur inn ábending
ábendingu þangað svo bara dæmi þess að menn sem bara mætti daginn eftir þetta ótrúlegt þetta nefnilega frábært og það eru bara, þetta eru svona hverfistöðar og það bara fólk þar sem að ég bara segja býður eftir að fá þessar ábendingar og fer út og græðir þannig að bara stundum kannski græðar ekki alveg réttar hlutir af því þeir skilja ekki alveg kannski ábendinguna skilur fari annað götuhotni eitthvað, ég hef alveg lendið því að fólk alveg brjálað við mig af því að það hefur sendt inn ábendingu og segja þær að þessi búið og það ekki búið og kannski fyrir maður að tjekkar og þá fóru þeir kannski næstu götu, eða skilji, þá verður maður kannski sína smá umburlendi fyrir því og senda bara aftur og segja bara, heyrðu, eitthvað, þetta er alltaf bara fólk. Já, frumkvæði og framkvæmdagleði, þetta er það sem maður vill sjá. Já, og ég bara, þegar ég ger ekki að hluti, sko. Þetta er eitt í hverfa hefusmólum mín og fór ég að hverfamiðstöðan upp í Breiðholti og fylgdist maður með þeim, þetta er geggjað, sko. Svo er ég bara einstutt, já eða neinspurning eiginlega, hagræðingaðgerðirnar sem voru sendar, sem að þið báðum, er eitthvað frétt af þeim? Já, við notum náttúrulega mjög mikið af þeim. Við þurftum náttúrulega að hagræða mjög mikið fyrir kennarasamningunum. Einmitt, já. Það er bara þannig. En í staðin fyrir kannski að auglýsa mjög mikið og eitthvað svona, þá fórum við kannski meira bara og gerðum hluti. Og síðan erum við núna með nokkra aðgerðir sem við erum með í vinnslu og vonandi getum útskýrt betur hvað ætlum að gera við núna í febrúar. En það er þá fyrst og fremst til þess að geta fjármagnað það sem okkur langar að gera. Klart. Ekki spurning og við erum að detti í riddaraspurningarnar í boði Abró. Og bara takk fyrir allar ábendingarnar, kannski segja það líka. Bara takk, bara íbúar og starfsmenn, við fengum útrúlega margar góðar ábendingar. Takk fyrir það. Takk fyrir að vera vaktinni. Já, Abro.is, þeir sjáu þetta vöktun og viðbragð, þeir eru með stöðuga skýjavöktun sem að lágmarkar ekstra áhættu, eykur öryggi og tryggir samfellu við þjónustu. Sko ég hef oft velt fyrir mér bara í mínum rekstri, þar sem ég vinn, sko, hversu mikilvægt það er að vera með örugga skýjalausn, bæði áreiðanlega en síðan líka örugga. Fyrir mér skýi bara einhver staður sem að rignir síðan úr og eða bara hægt að tæma og taka og ég veit ekki hvað. Nú vilt vera með einhvern aðila sem traustur, sem passar upp á þessu skýjalausn og það eru Abró svo sannarlega. Svo eru þetta með Blush og það er fantasíudeildin þar. Hvernig maður til þess að ég er náttúrulega standa vill í fantasí ár, þannig að þá fór ég bara í fantasíudeildin hjá Blush. Já. Það vinna allir eitthvað þar og það er aldrei sniðið. Þeir eru með vinsældalista top 10 2025. Þannig að sjá hvað gleður þar og fólk getur kynnt sér það. Jafnvel að krydda eitthvað upp á þetta. Svo erum við með lengjunni og kannski byrjum því Heiða, hvert er þitt lið í íslenska boltanum? Er þeir jafn? Er það Sheffield á Íslandi líka? Íslenska og enska boltan. Máttu segja með hvað liðu heldur það? Já, ég held með Þrótti. Já. Þetta er lengur. Það er eitthvað við lifi stemminguna. Já, lifi. Svo náttúrulega bara kærasti dóttir minna að spila með IA en hann er komið til Noregs núna þannig að ég get alveg haldið að fram að halda með Þrótti en ég menna að dóttir mín að æfa þar og bara, skemmtilegt samfélag ég er engin rosalíu fótbolta á þannig að ég var bara til búin að spotta það en ég held samt með Valencia já, það er já, liðið spænska já, skemmtilegt auðvitað var það valið eins og Sheffield eða já, muni ekki eftir appelsínum með Valencia límið honum er það ástæð? Já, svo er þetta geggja lið þetta er ánægð með lengjan svakalegi leikir á sælinum og svakalegi pótur í búið fyrir að tippa rétt og þú vinnur alltaf stefnir í fullt af milljónum og þú stiðir við Íslandi í það þegar þú tapar fótbolti er skemmtilegur sko já, sammála því en það er komið að rittarspurningun og við ætlum að ríða vaðið frá einum nafnlausum hvernig nú menn allar til þess að koma fram undir nafni en þetta er því miður, við erum orðnir dálítið stóriðleifur og menn þóra ekki að koma fram undir nafni slæðast undir með nafnlausir það er eins og þeir verða bara eiga það með sig þetta er ekki bara nafnlausir, þetta er nafnlaus kjósandi Reykjavíkur samfélkingan í Reykjavík já, ég kýsi alltaf bara Reykjavík þegar ég kýs Já, algjörlega. Samfylkingin er með mjög sterka stöðu í Reykjavík. Í könnun Gallup frá desember mælist samfóð með 34% fylgi til Alþingis í borginni. Ný könnun Gallup þegar spurt er borgarstjórnarflokkana mælist S með einungis 23% eða 11% lægra en til Alþingis. Augljóslega eru áherslur og gjörðir ykkar í borgarmálum ekki að ná til fólks eins og aðgerðir í landsmálum. Mun meira af því sama snúa þessari stöðu við eða þarf að hrista vel í borgarstjórnarflokkunum svo að Samfó tap ekki í borginni. Áhugavert til dæmis að Samfó fekk 31% í borginni 2014 en var að mælast til Alþingis í Gallup-könnunum með 16%. Þetta kannski kemur inn á það sem þú varst að tala um í upphafi þáttar með styrk í sveit og síðan í lands. Já,
einmitt, þetta eitthvað sem að stjórnmálafræðingar hafa meira að vita heldur en ég kannski, en já, það mjög oft þannig. Ok, en að hristu upp í flokknum? En já, sjálfsögðu, ég meina við erum auðvitað að hristu upp, ég meina Dagur ekki lengur í borgarstjórn, ég meina það stór breyting, hann alltaf stór karakter og búin að setja sitt mark á borgina. Og búin að vera heil lengi. Nú getur hann gengið bara og sé all verkin sín og ég bara veit hann mjög stoltur ánægður með það. Við erum með 5 borgarfulltrúa núna, 6 eftir að Dóra bættist við úr Pírötum, þannig að má segja að við sem nú þegar byrjuðum að stækka borgarstjórnarflokkinn okkar með því að fá hann til liðs við okkur. Það var stórt. Já, ég myndi segja það. Já, það var það ekki? Jú. Ég bara, mjög ánægð. Það var svo óvænt líka bara. Já, skulle ég velja bara okkur, sko. Á miðju kjörtíðanbili? Já, ég bara... Ég held að margir flokkar hefðu gjarnan vilja taka við Dóra því að hún er bara búin að vera lengi og þekkir mikið. Þannig að við erum bara mjög stolt af því að hún valdi Samfylkinguna og ég held að sýna okkur bara hvað við erum góður flokkur. Við erum við vorum farin að fara niður, ég meina við fengum mjög góða kosningu 2014. Það var þegar Dagur var borgarstjóri. Fengum mjög góða kosningu, það þurfti að gera rosalega margt. Hann var búin að vera í meirihluta Samfylkingin áður. Ég kem hann inn 2015 sem borgarfulltrúi og ég meina þetta var óbúslega skemmtilegt og ég meina það var mikið að gerast og mikið framkvæmda gleði og stemming. Þetta kjörtímabil kannski ekki hafa verið jafn gott eins og ég sagði okkur áðan og ég meina þá ég bara heiðarleg. Ég ekkert að segja bara en mér finnst þessi lokasprettur núna okkar vera mjög góður og ég að upplifa að við séum að ná að gera mjög margt sem við hefðum vilja vera að gera yfir tíman. Síðan þetta bara að leggja maður sín verk í dóm kjósenda og ég meina við erum ennþá að mælast með hærra fylgi heldur en við fengum í síðustu kosningum. Okkur fannst það auðvitað lágt, skiljuru, en ég meina samfylkingin og engin flokkur áneitt. Við þurfum að vinna fyrir hverja einasta atkvæði, við þurfum að sýna fólki að það geti treyst okkur. Og ég meina ég ekki kannski ný borgarstjórn, en ég hef ekki verið ódöti áður. Ég bara búin að vera 10 mánuði, ég hef eftir að kynna betur hvernig ég sem ódöti. Ég ætla búin að mynda meira hluti og núna búin að fá einn liðsmann bara til liðsflokkin inn í borgarstjórn, þannig ég vona fólk sjá að ég geti verið góður leiðtogi. Það allt annað einhvern veginn að sækjast eftir þegar þú ert að tala um kjósendur að sækjast eftir að fá að halda áfram að stjórna heldur en að fá að byrja að stjórna. Það mun auðveldar einhvern veginn að koma inn kannski eins og Samfylkingin gat gert núna. Verið að verja titilin sækjan? Já, það eðlilegt af því þú þarf að kenna þér allt sem einhvern veginn hefur ekki gengið nægilega vel og það oft herra í huga okkar það sem við erum óánægð með heldur það sem við erum ánægð með. Ég meina eins og þið hafa bara sjálfur sagt þið eru óánægð með eitthvað og segja ég er endar mjög ánægð með göngugötuna og ég meina það auðvitað okkar þá að lyfta meira þar sem fólk ánægð með og vera svolítið stolt af okkar verkum en líka benda á að við ætlum ekki alltaf að halda áfram að vera að gera það sama. Ég meina við erum íbúar ekki, það ekki eins og við erum það margt nýtt búið að gerast. Ég meina þú ræðir rafræna Reykjavík og allt þetta, ég meina það margt búið að gerast, það margt að gerast. Við erum búin að vera að þétta með mikið, við erum búin að vinna, við erum að skoða nýja leiðir núna, nýja þættir sem við viljum leggja meiri áherslu á og ég legg bara meiri áherslu á svona mannlega þátt heldur en að áður hefur verið gert og ég finn bara að það er bara mjög vel tekið. Og ég held að skipti mjög miklu máli. Við erum að segja ekki ofbeldi meðal ungs fólk. Við verðum bara að bregðast við. Og ég held að þetta sé eitthvað sem fólk á eftir að tala meira í þessum sveitarstjórnarkosningum heldur en kannski undanfarna kosninga þar sem við hefum verið að tala mjög mikið stokka og eitthvað svona sem bara rosa tæknilegt og mikilvægt. En ég held að fólk núna bara kalli meira eftir þessu mannlegu, bara við séum örugg í samfélaginu okkar, að börnin okkar séu örugg og við séum taka svolítið utan okkur stanna. Fleiri staðar sem við getum komið saman átt gaman. Já, ég fekk græna bólu bara að þú segði stokkar. Já. Sundabretti stokk. Já, ok, hættum við. Það reyndar alveg nýtt, Það er gott slagur. Já, við heldum á næringarargjöf í, áður en að Heiða Björg tók sæti í borgarstjórn starfa hún sem deildarstjóri eldhús og matsala á Landspítalanum. Heiða Björg menntuð sem næringarrekstrarfræðingur og næringarráðgjafi og með MBA í sálfræði. MBA og sálfræði. Við verðum einfaldlega að spyrja þetta er fyrsti þátturinn á árinu. Já, reyndara árið 2026 það er að hefjast núna. Hvað ráðgefur hlustendum þegar kemur að næringu? Að næringu? Já. Borða kvöldmat? Það heyri hvað ég já, kannski borða kvöldmat. Borða reglulega. Ekki láta vinnuna taka yfir máltíðina. Nei.
Já, eiginlega bara, veistu það, mér langar bara að ráðleggja hlustendum þess að þetta að borða það sem þið finnst gott, ekki vera pínu ofan í sig eitthvað sem þið finnst vont. Okay. Og ég man sérstaklega, minni þegar agave-sírópi var hann í tísku tímabili og fólk var alveg svolítið pínu, ég var alltaf bara að hætta þessu, það fyrir tísku, veist, bara borðaði bara venjulegan mat sem þér finnst vera góður, bara í hólegu magni. Okay. Og ég meina, þið vitið alveg, ég held að flestir allan fullorðnir vitið sirkabót hvað sem er ekki gott fyrir okkur og ég er ekki að segja að það eru bara pizza hverju kvöldi, sko. Nei. En ég meina, við finnum hvað okkur líður vel af og það er kannski svolítið bara magnið og tíðunin sem við þurfum að hugsa og bara grænmeti og ávistir. Bara, taka það, eitthvað prótein með og eitthvað sem, borða eitthvað sem þið finnst gott. Ef þú elskar túnfisk, eða ef þú elskar ísu eða eitthvað, bara sumir eru alltaf með svona soðin egg í vasan, minnst það alveg hreðalegt, sko. Ég geti aldrei borðað svona eitt soðin egg. Nei, sammála því. En fullt af fólki sem finnst það geðveikt og bara frábært, haldið því það bara áfram. Ef það er eitthvað sem þér líður vel af. Og en þetta er útslag hendelt fag, sko. Og ég fór alveg sálfræði ofan á þetta, sko. Þetta er líka svo mikið sálfræðilegt, sko. Það er ekki nóg að vita hvað er rétt, það er líka hvernig á maður að algjörlega. Og þess vegna er ég algjörlega á móti svona átökum eitthvað svona, nú ætla ég og ef ég fæ mér eina karmeli þá er bara ári farið merkilegt sem þú nefnir með sko þessar tískur og ströyma í næringafræðinni sko, ég man þegar maður var að pínóni sig chia-graut og fræ alveg svona villi vekk þú ert að segja bara, ég þurfti kannski ekki að gera það endilega til þess að halda hreisti. Ekkert endilega, ég menn kannski gastu bara fengir hafragraut og einhver fræ ofan á það og þá ertu bara góður, sko. Svo er alltaf ósambikið. Já, það var helviti góð skell líka. Þar erum við komin sko fyrir utan næringaráðgjöf. Það er bara, það ertu komin eitthvað. Og kannski komin út fyrir þetta viðtal. En það var samt, Ég tek það upp með þeim sem er yfir bílastæðisöðurum. Ég hló eiginlega mest samt sko, þegar við talum þetta áramótasköp, þannig að allir kallinir og konuna sem voru að fara til Istanbul. Og með þessum gaman að því ég hló svo mikið að börnum mín bara, hvað er þetta? Það var helviti mjög góð taldum næringu, við erum auðvitað með David Jones, tölum Blush á hann og hversu mikilvægt það er að vera vel búin í svefnherberginu meðal annars en líka út á golfvelli bara í bílnum, millimál, David Jones þetta er auðvitað dölur, þetta er sætt, þetta er gott en þetta er 2 nýja tegundir mættar í Hagkaup og Krónuna sko, og þetta er enga smá tegundir Nei, ég er með þetta er ananasbragð og svo er hitt lakkrís, þetta er svona nammi sem er rautt og svart, geðveikt og skallið nammi þetta er svona frá S-framleiðendur, þetta er galið gott sko, og svo þetta söppi, hitta eða rista það er kannski ekkit aðalatrið er að þeir eru mættir á nýja staðinn. Heitir það Garðurinn? Garðurinn Matöll, já. Glæsilegasta Matöll landsins. Já, ég geti nú nefnt nokkra Reykjavík sem eru flottari. Já, það er Smáralind er langflottust. Já, það er nú bara svo það er, söpbi.is. Nafnlaus riddari, en nú aftur, nei, ég ætla að geyma hana þegar hann er nafnlaus. Pálmi Þórsson fann næstu. Þessu komandi nafni þeir eru í forgangi. Hann er reyður þetta sýnist mér, ég ætla að gefa mér það. Af hverju ertu á móti einhverjum leikskólum? Einmitt. Ég er bara ekkert á móti einhverjum leikskólum. Alls ekki, ég veit ekki hverju fólk heldur það. Eitt af því sem ég mitt gekk í eftir ég var borgarstjóri var að gera nýja samninga við einhverjum leikskóla. Þess að við jukum framlögin til þeirra og líka reyndar einhverjum á grunnskóla og í rauninni samþykktum í fyrsta skipti sérstætt framlag til Landakotsskóla fyrir alþjóðadeildina. Því mér finnst það bara mikilvægt við sem að bjóða upp á það. Talandi eitthvað sem við erum að gera kannski umfram marga aðra önnur sveitarfélög. Svo að fyrirtækin í borginni geti fengið fólk erlendis frá og börnin þeirra geti verið í svona vottuðum alþjóðaskóla sem skiptir auðvitað fyrirtækinu okkur miklu máli. Ég gerir ráð fyrir að ég var að tala um þessa fyrirtækja leikskóla. Líklega. Sem var einhver svona hugmynd sem að mér finnst bara mikilvægt þegar við erum að sýsla með opinbert fé að það sé við notum það þannig að jafnræðis sé gætt. Þannig að ég hef ekkert á móti ef einhver fyrirtæki vilja opna leikskóla og borga það sjálf. En ef þeir ætlast til þess að Reykjavík borgi það, þá er mikilvægt að það sé jafnt aðgengi fyrir öll börn. Ertu að pæla þá í semst að þú, eins og þú talar um áðan, barn sem fæðist í Breiðholti til dæmis, það gæti ekkert gert í því, bara fæðist í Breiðholti, og þú tala um það að barn á ekki að njóta góðsa ef foreldrar ríkir þá geta þeir fara undan öðrum í röðina. Mér finnst það ekki. Mér finnst bara að ég verið jafnræði. Og ef við færum í það að svona stöndugur í fyrirtæki einhvern veginn
einhvern veginn væri með sér leikskóla fyrir sín börn. Þetta ætti alltaf bara að vera nægt frambúð af plássum. Í draumaheimi, já. Í draumaheimi ætti kannski þetta að vera kannski ekki svo stórt sem við erum að velta fyrir okkur. Og ég menna það, en ég útiloka það ekki eitthvað fyrirtæki vilja þetta. En þá þetta bara kostnaðarliður hjá þeim, en ekki opinbert fé. Og þá verður þau líka, ef ég að vinna hjá fyrirtæki A og það býður mér leikskólapláss og barnið mitt ánað það, þá kannski fer ég ekkert að skipta vinnu. Af því þá missi barnið mitt leikskólapláss. Þetta getur líka orðið til þess að verði skrítið samband á milli starfsfólks og fyrirtækis. Ég held allavega meðan við erum ekki búin að koma því þannig fyrir að öll börn fái strax leikskólapláss þegar það sóttum. Þá eigi forgangurinn að vera leikskólar þar sem eru bara jafnræðis í gætt. Þannig að allir sækjum og allir fara inn í sömu röð og í sömu meðferð. Þannig að þín efnahagslega staða er ekki að hafa þar áhrif. Já, hann og Aðræðan Pálmi, hvenær á að byggja leik og grunnskóla niður á Hlíðarenda en gleymdist það þegar Samfylkingin skipulagði þetta hverfi? Nei, það gleymdist ekki. Það eru náttúrulega leikskólar hérna. Já. Og hún að pakka honum saman. Já, algjörlega, nei, alls ekki. Þetta er góða spurningar og ég meina, hluta af því að vera kjörin fulltrúi að svara spurningum. Minnst það bara frábært að fóta ekki fyrir til þess. Það glemdist ekki, en það er auðvitað þarna 2 leikskólar, cirka bát, en við erum líka að vinna því að byggja 3. leikskólan á Hlíðarenda, nálægt HR. Já. Frábært. Ég tek hann á Nafnlausa núna, hann sendi á mig persónulega og baði mig sérstaklega á Nafnlaus. Mín spurning snýr á húsnæðismálum skóla við Laugardal. Hvers vegna kúvending hafi orðið frá ákvörðum uppbyggingu við alla grunnskólana við Laugardal í að byggja safnskóla fyrir unglingastig og leið gjörbreyta líffræðilegri samsetningu Laugarnes og Laugalækjarskóla. Þetta er bara, ég veit ekkert hvað hann er að tala sko, en þetta er örgulega góð spurning. Já, þetta er eina af þessum ákvörðunum sem að fyrirverandi borgarstjóri tók svona svolítið upp á sitt einstami. Einar? Já, að tilkynna í Laugardalnum. Hann var örugglega brjálaður til að segja þetta. Því að þú ert alveg búin að gera hann brjálaðan áður. Já, það er alltaf ég er samt hefingan áhuga á því endilega, en þú veist, þarna var búið að fara í mjög mikið samráð við foreldrafélögin og niðurstaðan hefði verið að byggja við alla skólana. En síðan, og það var tilkynnt að það væri niðurstaðan og samþykkt til það bæði í skólafrístundaráði og borgaráði en síðan þetta tilkynnt þannig kom mér á óvart sem borgarfulltrúa og að ég vissi ekki að það væri búið að breyta þessari stefnu sem hafa verið samþykkt og síðan eru fyrir því alls konar einhver rök og einhver fagleg rök og einhver fjárhagsleg rök og eitthvað slíkt. Mér finnst ég bara skil vel þá foreldra sérstaklega sem að notuðu þarna dýrmætan tíma úr sínu lífi í eitthvað samráð sem síðan var einhvern veginn ekki nýtt og ég held að þetta sé svona hluta af því sem að grefur undan borgarstjórn ef við erum í samráði og við komumst að niðurstöðu saman og samþykjum hana sem tilkynnum skömmu seinna að við sem búin að breyta ákvörðunni. Þannig að mér þetta er svona eitt af því erfiðar sem ég hef tekið þátt í bara í borgarstjórn. Mér þetta er alveg brjálæðislega erfitt og núna veit ég ekki eins og almennilega hvort það er rétt að bakka með þetta aftur, hvort að það verði ekki ennþá meira hringlega hvernig við erum að gera þetta en í það minnst að við erum ekki byrjuð að byggja þennan unglingaskóla, það er verið að gera við Laugarnesskóla núna. Þetta eru frábæri skólar og þetta eru náttúrulega svona inn í hverfunum, þetta náttúrulega svona bara stopp, maður kemur inn í, hafið komið inn í Laugarnesskóla eða Langanesskóla, nei, þetta eru náttúrulega svona gamli skólar sem eru byggðir svona miklu metnaði það er bara svona listaverk á veggjunum og uppstoppu dýr og það er svona vikill metnaður í bara, þú upplifir alveg sem bæði foreldri og barna þarna, þetta er eitthvað alveg þetta er svona, og í kringum þessu skóla þetta verða síðan samfélög og ég meina, ég skil vel fólk bara, þetta er rúkslega stór ákvörðun fyrir hverfi að einhvern veginn breyta svona og mér finnst það mjög mikilvægt að það sé gert alltaf í samráði. Ég held að, það mun ekkert gerast meira í þessu kjörtímabili. Nei. Það er ekki þannig, það er ekki eins og komið lóð fyrir unglingaskóla, þannig að það og ég held að við þurfum bara aðeins að bíða og sjá, byrja að gera við Laugarnesskólann og síðan þurfum við á nýju kjörtímabili að fara og einhvern veginn binda þessa ákvörðun hvor sem hún verður til langstíma. Er þetta góð spurning hjá sem Nafnlausa rittara. Jóhann Þór spyr, er það fengum fyrir Samfylkinguna að fá Dóru Björt í flokkinn? Hún er búin að svara því. Klárt.
Harpa Júlíusdóttir á góða spurningu. Hvernig sérðu fyrir breytingar á því hvernig borgin fer með málefni fatlara í kjölfar lögfestingar samning Sameinuðu þjóðanna til dæmis með NPA-samninga og húsnæðismál? Sko, í rauninni er ég alveg sammála þeim sem hafa sagt að lögfestingin í sjálfu sér breytir ekki stöðu skiljum við, þú veist, þeir eru ekki komin meiri réttindi heldur en aðrir. Það er hins vegar óþólandi að fatlað fólk þurfa alltaf að bíða eftir að fá þjónustu. Þú veist, og alveg óháð í rauninni lögfestingunni eða ekki, þá hefur mér fundist það óþólandi. Sko, við fyrirhluta þessa kjörtímabils, ég var formaður velferðarráðs á síðasta kjörtímabili, við byggðum og opnum 21 búsetukjarna fyrir fatlað fólk á þeim tíma. Eitt bara núna daginn. Við hins vegar gerðum nýja áætlun í upphafi þessa kjörtímabil sem fengum hann ekki samþykta því að flokkarnir sem vorum að starfa með þá voru ekki tilbúin til þess að fjármagna hana og samþykja. En við erum búin að því núna. Þannig að nú er komin þessi framtíðarsýn og við erum búin að búa til áætlun hvernig við ætlum að geta búið öllum sem er að bíða eftir búsetu. Já, það er auðvitað ekki, það verður æðislegt að ég geti sagt að allir fengi það strax. Já. En við erum allan að koma með áætlun það hvernig við getum byggt þetta upp. Og NPA, við fórum og fjölgum þeim mjög mikið. Við fórum líka á sömdum, ég sem fórum að sambandins fór og náði góðum samningum tvívegis við fyrirverandi ríkisstjórn fjármögnun málaflokksins. Núna erum við erum að fara inn í eins og þér að tala að bara reyna að hagræða innanfrá, reyna að fara í gegnum allar reksturinn og reyna að finna leiði til þess að geta þjónusta fleiri fyrir sama fjármagn. Á þess að það komi nýra þjónustunni. Og við höfum metnað til þess, við erum að fjölga NPA-samningum núna og höfum metnað til þess að ná út frá hagræðingunni þá að fjölga þeim enn frekar. Þannig að ég bara mikið, og við erum með áætlanir þetta, en áætlun er náttúrulega ekki nóg fyrir fatlað fólk. Þau vilja náttúrulega bara fá þjónustu. Mér finnst það bara mjög skiljanlegt og ég tek bara undir það. En ég held að það sé mikilvægt við ákveðum í heild sem samfélag hvernig við ætlum að hafa þessa hluti. Það voru svona 80 riddar að senda hver er hún sem horfði að Skaupi greinilega, mjög gott strákar, haldi áfram að senda inn spurningar og riddara móðgist ekki, þetta eru það marga spurningar og mikið af þessu haldið þess áfram, en mikið af þessu dálítið mikið rant og við erum komnir vel á tíma, þannig að ég bið ykkur afsökunar að hafa ekki náð að taka allt. Ég er líka rosal hefna já eða nei spurningum, sumar eru nánast lengri en NBA-ritgerðin mín á borgin og opna nýja hverfislögreglustöð í Mjóttinni, spyr Sölvi Haralds. Já, við náttúrulega opnum ekki lögreglustöðar, það er lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að því hljóðsvarað. Svarað er nei. Nei, það er bara ekki okkar hlutverk. Ég segi það. Já, en ég hef eins og átt þetta samtal við lögregluna og við tryggjum viðveru í Mjóttinni. Einmitt, Jóhann Þór spyr af hverju hefur umræðum græna gímaldi stöðvast eftir að sósíalistar og flokkur fólksins koma að borðinu við stjórn Reykjavíkurborgar og verið að salta málið og vona að það gleymist? Nei, alls ekki og ég hef ekki þessu upplifun að það hefur stöðvast. Ég er ennþá að tala um þetta í hverju viku í það minnsta og ég menna að þetta er bara flókið úrlausnarefni grænlega, flóknara heldur en að ég held. Ég er ekki hætt, við ætlum að leysa þetta. Væri Heiða til að mæti 112 og fara yfir þéttingar áform, spyr Örn Smárásson. Ég er alltaf til að mæta alls þar. Alltaf klár. Jóhann Þór spyr, eru hverfafundir með borgarstjóra kosningafundir greiddir af borginni? Ég er náttúrulega ekki kannski með þess að hefðbundu hverfafundi eins og fyrir borgarstjórar hafa verið með. Ég hef verið meira í svona hverfa heimsóknum. Það er bara hluta mín starfi að fara og hitta fólk. Ég held ég er alveg glataði borgarstjóri ef ég sæti bara alltaf í ráðsuna og byrja eftir allir kemur til mín. Ég næði ekki að tala um mjög marga. Þannig að það er bara hluti af vinnunni. Þetta er ódýrara og umfangsminna heldur en aðri borgarstjórar hafa haft og ég held þetta sé að mörguleit að skila ekki síðri árangri. Vopni Björnsson spyr hérna hvers vegna er enginn látið axla ábyrgð á því sem miður fer. Leikskólinn Brákaborg, græna skemman og svo framvegis. Já, þú veist, það er axla ábyrgð, ég held að fólk sé axla ábyrgð á þessu. Það er alltaf verið að gangi í það að laga þetta og fara yfir og sérstaklega sem með Brákaborg, við sjáum bara að þar var eftirliti ábótavant og við erum að bregðast til því og ég held að það er mikilvægt. En auðvitað ætti ekki svona þurfa að koma til, en það er mikilvægt að bregðast við þegar eitthvað gerist og ég meina þarna voru hlutir sem að fengum skýrslu daginn og ég meina þarna voru ákveðnir hlutir sem voru ekki nógu góður og við erum bara að skoða okkar stöðu í því máli, hvort að við getum sótt hreinlega betur. Klárt, mjög gott. Hvað heitir þú, hvað heitir hún næsta 3 spurningar? Jan Martin með góða. Kemur til greina samstarf með Sjálfstæðisflokknum eftir kosningar?
Sko, mér finnst alltaf að allir eiga að ganga óbundin til kosninga og fólk eiga að geta unnið með öllum. Ég meina, við erum öll kjörin af borgarbúum. Borgarbúar eru alls konar með alls konar skoðanir. Ég meina, ég er ekki að segja þessi fyrsta val, ég er búin að vinna með öllum nema sjálfstæðisflokknum, en ég mun aldrei útiloka það ef að það næst slíkur bara sáttum slík málefni. Og þið Hildur eru alveg fínar? Bara fínar sko. Ef þú getur að lunni með henni? Ég geti unnið með öllum í borgarstjórn. Já, einmitt. Nema kannski núna akkurat einum, en þú veist. En það er bara persónulegt. Nei, ég meina, ég treysti öllu þessu fólki. Ég hef átt frábær samstarf við eiginlega alla í borgarstjórn og ég held að þessi ímynd að við séum alltaf öll óvinir og séum alveg vondu alla, skilu, það er ekki þannig. Við erum alltaf bara, veist, þetta er bara mest allt á bara fínasta fólk og ég meina, Hildur er frábær og ég meina, ég unni helling með Kjartani, veist, hann er bara mjög skemmtilegur og fólk trúir því oft ekki bara, nei, ekki bara, jú, hann er bara mjög skemmtilegur og heiðarlegur maður. Minn maður í borgarstjórn er alltaf Helgi Ás, skákmaður. Já, ég veit það, ég meina, ég þekki hann líka og ég meina, þú veist, hann er alveg, góða spretti, ekki kannski alltaf skemmtilegastur í borgarstjórnarsalnum, en hann er náttúrulega mjög hnittin og klár maður. Og ég meina, ef við leggjum okkur öll fram, það getum við öll inni saman. Klárt. Loka leiðurinn. Sorry, rittara sem fengu ekki spurningur. Já, það bara komast ekki allir að í dag. Ég kem bara aftur. Já, ekki spurning. Eða vera með aðeins styttri spurningar. En samt, haldur bara áfram fulla ferð. Við tökum út á okkur, alfarið. Þetta er bara vegna þess að ég var ekki nógu góður að stýra dagskrárgerðinni í dag. Þetta búið að vera virkilega skemmtilegur þáttur. Við erum líka búin að vera smá frí og svona. Já, við komum galdraborðinu. Fyrsti þáttur ársins. Smá riði í mönnum. Já, það var nú stemning. Já, það var að sprengja fyrir okkur. Já, smá svona, já. En það komið að kalda stríðinu og það er í boði Frumeri og Kemi. Nú keppast fyrirtæki við að auglýsa bætiefna daga og nú er allir að passa upp á heilsuna og annað slíkt, en það var líka að huga bílnum, ekki síður. Einmitt, heilsudagur við bílinn. Þess vegna er ég með bætiefnið. Þó að Heiða elski ekki enga bílinn, þá elsku við það. Það voru með Kemi vöruvikunar Total Power bætiefni 355 millilitrar og 339 krónur hjá kemi.is. Svo er það Frumeri fyrir alla þá sem að þurfa að drífa sig í skoðun. Ef menn er eitthvað að spá í kílómetragjaldinu. Ef þú nennir ekki að fara í appið þá farið bara Frumeri að þau græða það fyrir þig. Ef þú nennir ekki að kíkja á mælaborðið þá getur alltaf farið með það í Frumeri. Þeir geta sagt eitthvað kílómetra. Það er kílómetragjaldið. Hvað hann er keyrið mikið og svona. Svo getur bara að fara í skoðun. Já. Leiðinni. Það komið að kalda stríðinu. Þannig að... Og þetta eru já eða nei spurningar. Þetta eru já eða nei spurningar. Ég spyrði Heiðbjörg, ertu komin í stellingar? Já. Loka liðin. ESB, já eða nei? Já. Selalög, já eða nei? Ég til að bjarga litli kópunum, já. Já. Það er á hverju ári, þá þurfum við að bjarga svona litlum kópum. Prófið að horfa í auguna að maður segja maður er að Já. Þetta var helvið. Nú er ég verðsað í kaldastriðinu hérna. Horfðu í auguna. Ég fekk að sjá þetta svona í fyrra og ég var bara, hvað getum við gert, sko? Dóra bara, horfðu í auguna. Kaldi á dælu, dósa eða flösku? Dælu. Nei, ég held að það sé flösku. Flösku. Já, held að. Ég drekk náttúrulega ekki bjór, sem er alltaf hægilegt. Okay. Sá klassíski light IPA eða nullari? Klassískur held ég, ef ég var að drekka bjór. Já. Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun? Ekki hugmynd, ég fer aldrei með bíl í skoðun. Frumeri ég maður. Það er niður sín núna. Nei, ég meina, þú veist, það er ákveðin verkaskipting og ég bara, þú veist, ég er bara mjög glöð, þú veist, að ég get bara komið einhverju og bara rannar með það. Það reyndar fyrir alltaf með bílinn of seint í skoðun, þannig að það er alltaf sagt, sko, og ég er yfirlt, þú veist, en ég meina... Frumeri mennir drána með það. Við erum ekki, sko, við elskum bíl, skilju, það er útrúlega gaman að eiga bíl, en við elskum kannski ekki, þú veist, bílinn og nei, þú veist, það er ekki kannski. Það er ekkert allra. Nei, en margir sem elskar það. En því tengt einn drauma bílavarahlutur frá Kemi. Það mætti bara velja hvað sem er. Bílavarahlutur? Vá. Er það ekki eitthvað svona, bara gegja ljósi eitthvað? Já, jú, klálega. Ekki, bara mjög gott. Frábært ljós. Geggjaður spegill að maður sjá Einmitt, já. Erum við að tala um bara góða lýsingu fyrir spegill? Já, þeir eru örugglega með það. Já, ég held ég var að segja það, sko. Hatar bílastæði og bíla? Nei, alls ekki. Ég, sko, bara hreint ekki. Engareknir leikskólar, nei eða já? Bara bæði. Nei og já? Nei, ég meina bara bæði þarf að vera til. Já. Þannig er ekki eftir að segja nei og það er ekki að segja já. Reykjavík og flugullur, nei eða já?
í framtíðinni fer hann, hvenær það verður veit ég ekki. Það er ekki svo eitthvað ljóð eitthvað. Hvenær það verður veit ég ekki. Þetta er eitthvað svona jólalag. Hversu næs að vera borgarstjóri? Nei eða já? Næs, það er óbúslega gaman. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég að segja já, nei eða já. Þú veist, ætti það ekki vera 1-10 eða eitthvað svoleiðis að Nei, þú bara svaraði eins og vill. Er það ekki næs? Sko, það er frábært að vera borgarstjóri. Þetta er annarsamt starf og ábyrgðar mikið og, veist, já, ég hef lagt bara mjög mikið á mig. En veist það ótrúlega gaman. Og bestu launin eru í rauninni það mér hittir fólk og hefur getað breytt lífið þeirra til þess betra. Já, klárt. Þannig að það er í rauninni mjög svona mikil endurgjöf í þessu starfi. Og þeir sem eru ánæðar eru fleiri heldur en þeir sem eru óánæðar. Já, einmitt, gleymist. Mjög gott að muna það. Saknarðu Dag B? Nei. Nei. Ég hitt hann mjög oft, sko. At gunpoint, 1 flokku sem þú þarft að vinna með eftir kosningar. Þú mátt alveg segja pass. Já, ég held ég að segja pass, sko. Við erum bara að sjá hvað kemur upp úr kössunum og hverju bjóða fram og hvernig það verður og hverju leiða flokkana og hvernig það svona, hvaða málefni verða oddinum og veist, það eru alltaf það sem að þetta snýstum. Það eru málefnin, hverju getum við náðu gegn á hverju kjörtumbili. Já, lokaspöndi kvöldsins og ég ætla að hafa hana tvíþætta. Það er í fyrsta lagi afhverju fólk að kjósa þessi leiðtoga Samfói Reykjavík og svo bara kjósa Samfylkinguna í vor. Og svo kannski á nærða að tengja það saman eitt ráð til ungs fólk sem vill ná jafn langt í pólitík og þú hefur náð. Já. Lokaspöndi kvöldsins. Lokaspurningin, sko, ég held ég bara mér finnst ég hafa sýnt það í mínu störfum að ég er góður leiðtogi. Þar sem ég hef verið, þar hef ég fengið nýtt fólk til starfa, almennt bara, tók við til dæmis flokknum á mjög tíma sem varaformaður og við byggðum hann upp aftur, fengum meðal annars Kristínu Frostadóttur til liðs við okkur og nýja þingmenn. Ég var fyrsti vinstri maðurinn sem var kosin formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga í 80 ára sögu þess sambands sem er auðvitað líka sýnir að ég get tala út fyrir minn hóp og næði trausti fólks. Það var ótrúlega skemmtilegt verkefni. Bara leið og ég var komin í þá stöðu að vera oddviti í Reykjavík þurfti að mynda meira lita og gat gert það. Þannig ég held að ég er traustinsverði því. Svo er ég bara gallharði jafnaðarmaður. Ég er bara hreinlega skilgreiti ákveðmi jafnaðarstefnunar. Ég er bara alin upp á heimili þar sem var ekki mikið til skiptana og barnabætur og annað slíkt bara skiptu öllu máli. Og ég vil helst að engin börn í dag þurfu einhvern veginn að alast í það sama ég ólst á við. Og ég bara leggja mig fram með það að koma í veg fyrir að börn alast upp í fátækt og börn einhvern veginn finni fyrir fjárhagsstöðu foreldra sinna eða verði fyrir fordómum út af því. Ekki það ég er ekki að segja ég hef endilega verið það en sumir í kringum mig urðu það sannlega. Við vorum og það er ekki allir sem að voru með mér bekk sem er endilega ennþá á lífi eða voru í kringum mig þegar ég var svona úlingsaldri af því þetta er bara röff og samfélag þarf að taka betur utan fólk og ég veit hvernig það er að vera ekki þar og ég veit hvað við getum gert til þess að laga og mér langar virkilega til þess að halda áfram á þeirri braut og við erum að, eins og við erum að gera núna með flotan og 16, 17, 18 ára úling, við erum bara virkilega að fara inn og tala við þessa krakka og það er ótrúlegt ef þú sér einhverja vandræða krakka sem eru komnir í einhverjar neyslu og síðan þeir bara rafvirkjar og smiðir og þetta er stærstu launin sem þú getur fengið sem kynfyllri. Þannig að ég held að fyrir borgina núna þá sé rétt að valið að velja sterka jafnaðarkonu sem hefur skýra sín á jafnaðarstefnuna og kann að miðlun og kann að fá fólks til liðs við flokkin og fólk til liðs við okkur eftir kosningar. Og í rauninni er það alltaf stærsta málið. Það er að tala fyrir málum innan borgarstjórnar og ná fólki til þess að vera með í því. Og þegar ég var formaður velferðarráðs þá náði ég meira og minna að klára mál þannig að við vorum öll sammála. Meira og minna. Allir flokkar. Af því að við vorum að vinna saman og við vorum að hlusta og við vorum að ræða og við vorum að reyna að komast að niðurstöðu. Ekkert alltaf, ekkert alveg alltaf, en meira og minna. Og fólk getur séð það í fundagerðum og ég held að það hafi líka hjálpað mér til þess að síðan fá það traust að leiða meira hluta. Að fólk vissi að ég stóð við það sem ég segi og að ég hef þess að skýra sín. Þannig ég er sannarlega tilbúin til þess og ég held að fyrir fólk þegar það velur í vor hvernig það ætlar að kjósa, það er bara óbærslega mikilvægt að horfa á þetta jafnræði. Við viljum ekki samfélag sem flokkar fólk eftir uppruna eða efnahag eða hverju sem er í rauninu. Við viljum samfélag sem við öll tilheyrum og ég meina flestir Íslendingar vilja það.
Mér finnst það, þegar ég tala um fólk, það eru mjög fáir sem segja, nei, mér langar að búa í hverfi sem að það fara enginn og komur inn sem með minni en 2 milljónir á mánuði, eða skilju, það vill það enginn, þú veist, og ég meina, það það sem að ég stend fyrir það sem jafnaðarstefnan stendur fyrir, það að allir fáið góða menntun, allir fáið jöfn tækifæri, sem mátt alveg skara fram úr, það allt í lagi, og þú mátt alveg velja eitthvað annað, fólk hafi valfrelsi, til dæmis sem bara, það oft stilt upp annarkvort fyrir borgarlínu eða bara ert heima hjá þér, þú veist, við erum að tala valfrelsi og mátt bara labba, hjóla, taka almenningssamgöngur eða nota bíl, þú veist, ég vil bara þetta valfrelsi en fólk fái svolítið að vera það sjálft og hverfin fái svolítið að vera þau sjálf og við svona ítum svolítið undir þessa hverfisvitund að því þá upplifir fólk svolítið að tilheyri. Ég meina, það eru bara alls konar samfélag mikilvæg og við bara vegum að styrkja það og gera betur. Og ég held að öll svona harður niðurskurður í rekstri borgarinnar gæti verið með hættulegar þessum tímúti. Ég held að einkarekstur sé ekki að fara að leysa öll okkar mál. Ég hef ekkert á mótunum, getur oft virkað, en þá bara eigum við að skilgreina hvað og hvernig og hafa með því skýr markmið og eftirlit. Þú veist, ég hef ekkert á móti því, en ég held að núna sé mikilvægt að við séum með sterkt samfélag. Sterkan borgarstjóra sem hefur skýra sín á það að allt fólk í borginni sé mikilvægt og eigi að tilheyra og við búum við öryggi og bara gott samfélag, það sem er gaman líka. Já. Þannig að ég held að það sé fyrir ungt fólk og það bara hvetja ungt fólk til þess að kynna sér stjórnmálaflokka. Ég meina, ég gekk ekki unglega hreyfingu eða ég er alveg upp á bara heimilið þar sem að annar aðeins með maður framsögnumæður og hinn líklega sjálfstæðismæður og pappi mér var í Alþýðubandalaginu og mamma og þú veist, þetta var bara, það er alls konar og það er allt í lagi. Ég meina, þú veist, það er bara allir stjórnmálaflokkar á eitthvað til síns máls og allir stjórnmálamenn oftast líka, nema kannski einhverju sem að dreifat hatur sem við höfum blessunarlega verið svona meira og minna lausu á Íslandi. Bara hvet fólk til þess að gera það, hafið áhuga, finnið það, þú veist, einhvern svona hljómgrunn, hvað er það sem að heillar þig? Hafa bara sambandið þann flokk og bara byrja að starfa með þeim. Það er ótrúlega skemmtilegt og það er mjög gaman að koma ungur inn og tala við eldra fólk og koma gamall inn og fá að tala við yngra fólk og vitið, þegar fólk á öllum aldrei setur saman með mismunandi lífsreynslu ræðir eitthvað, það er eitthvað, ég er mjög hlynnt stjórnmálaflokkum, ég veit að það er mjög mikið svona núna að vera að tala stjórnmálaflokka niður. Þetta stjórnmálaflokkar skiptir rosalega miklu máli því það eru staðir þar sem fólk kemur saman og ræðir samfélagið sitt og hvernig er hægt að gera betur. Og þannig ég hvet alla unga til þess að gera það og bara sýna áhuga og þú að segja hvað þeim finnst. Ég meina, það er ekki alltaf eitthvað sem allir vilja heyra. Ég meina, ég startaði MeToo meðal kvenna og ég meina, það var ekki allir sem vildi heyra það, veist, en það var mikilvægt og það breytti samfélaginu til þess betra. Og við getum verið stolt af því þó ég hafi síðan, við vorum alltaf við vorum bara að lýsa því hvernig heimurinn væri, hvernig við upplifum heiminn. Stolt af því sem maður gerir og bara þóra að taka afstöðu. Og ungt fólk í dag er náttúrulega bara miklu klárar og flottara heldur en að nokkurt annað ungt fólk hefur verið. Þú veist, þau hafa aðgang svo miklum upplýsingum og þau fá svo góða menntun og ég hlakka bara til að geta fylgst með þeim taka við taumunum og stjórna okkar fábra landi bara á borg til þess betra í framtíðinni. En blandan er góð líka. Já, mjög gott. Hvetjum alla sem hlustu hana þátt og voru ánægð með Heiðu að skrá sig Samfylkinguna og kjósa hana þann 24. janúar. Gangi það sem allra best, Heiða Björg, og við munum klárlega fá þig aftur í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mig. Og afsaka bílstjórið að þú ættir að bíða svo lengi eftir henni. Já. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir kvöldið.